600. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn þriðjudaginn 1. desember 2020 klukkan 17 er hér með settur. Þessi fundur er rafrænn og sendur út beint og á hann eru mættir bæjarfulltrúarnir Friðjón Einarsson, Margrét Sanders, Jóhann Friðrik Friðriksson, Díana Hilmarsdóttir, Styrmir Gauti Fjellsteð, Anna Sigríður Jónasdóttir, Baldur Guðmundsson, Margrét Þórarinsdóttir, Guðný Birna Guðmundsdóttir og Guðbrandur Einarsson ásamt bæjarstjóra Kjartanum og Kjartansinni og Hrefnu Gunnarsdóttur sem ritar fundargerð. Við eigum von á Gunnari Þórarinsinni innan skamms inn á fundinn. Ég vil byrja á því að biðjast velvirðingar á því að fundurinn tafðist vegna tæknilegra vandamála nokkrar mínútur en við erum svona bara að feta okkar fyrstu skref í að streyma bæjarfundur beint. En ágætu bæjarfulltrúar, á þessum degi sem ber upp á sjálfan fullveldisdaginn erum við að halda 600. bæjarstjórnarfundinn í bæjarstjórn Reykjanesbæjar frá því að sveitarfélögin Keflavík, Njarðvík og Hafnir voru sameinuð þann 11. júní 1994. Það hefur talsverður fjöldi bæjarbúa tekið sæti í bæjarstjórn Reykjanesbæjar á þessum tíma sem liðinn er. En fyrsta fund bæjarstjórnar Reykjanesbæjar sem haldinn var 25. júní þetta sama ár sátu Drífa Sigfúsdóttir, Steindór Sigurðsson, Ellert Eiríksson, Jónína Sandes, Björk Guðjónsdóttir og Þorsteinn Ellinsson, Anna Margrét Guðmundsdóttir, Ragnar H. Halldórsson, Kristján Gunnarsson, Jóhann Geirdal og Sólveig Þórðardóttir ásamt Hirti Sakaríasinni sem ritaði fundargerð. Það vekur athygli þegar að þessi bæjarfulltrúalisti skoðaður að í þessari fyrstu bæjarstjórn sat Jónína nokkur Sandes sem er systir núverandi bæjarfulltrúa Margrétar Sandes. Munu þær vera einu systurnar eða systkinin sem hafa setið í bæjarstjórn Reykjanesbæjar á þessu rúmlega aldarfjórðungs tímabili. En ágætu bæjarfulltrúar, það eru 12 mál á dagskrá fundarins. En þau eru númer 1 fundargerð bæjarráðs frá 19. og 27. nóvember, númer 2 fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 20. nóvember, númer 3 fundargerð menningar- og atvinnuráðs frá 18. nóvember, 4 fundargerð velferðarráðs frá 18. nóvember, númer 5 fundargerð framtíðarnefndar frá 18. nóvember, 6 fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 19. nóvember, númer 7 fundargerð barnaverndarnefndar frá 23. nóvember og númer 8 fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 24. nóvember. Númer 9 endurgreiðslu hlutfall vegna réttindasafn eftirlaunasjóðs Reykjanesbæjar og númer 10 lýðheilsustefna fyrri umræða. Númer 11 gjaldskrá 2021, númer 12 fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar og sameiginlega rekinna stofnana frá 2021 til 2024, fyrri umræða. Þá tökum við á dagskrá fyrsta mál sem eru fundargerð bæjarráðs frá 19. og 27. nóvember. En áður ég gef orðið laust vill forseti lesa bókun sem bæjarfulltrúar hafa sameinast og snýra þeirri alvarlegu stöðu sem uppi vegna mikils atvinnuleysis hér á Suðurnesjum og mikillar fjölgunar á fjárhagsaðstoð. En bókunin svohljóðandi. Nú þykir ljóst að afleiðingar COVID-19 verða mun alvarlegri og langvinnari en búist var við. Því ljóst að margir þurfa að treysta á öryggisnet ríkis og sveitarfélaga sér til lífs viðurværis. Á Suðurnesjum var atvinnuleysis farið að gæta áður en faraldurinn skall á og staðan nú grafalvarleg. Fyrir ári síðan fengu 195 einstaklingar fjárhagsaðstoð til framfærslu frá Reykjanesbæ. Þeim hefur fjölgað 63,6% og eru nú 319. Það því nauðsynlegt að bregðast við þessari miklu aukningu og sporna gegn henni
með einhverjum hætti. Upphæð fjárhagsaðstoðar sveitarfélaga er í öllum tilfellum lægri en grunnatvinnuleysisbætur og því erfitt fyrir fólk að þurfa að treysta á þær sér til framfærslu. Mikið atvinnuleysi kemur verulega niður á tekjustofnum sveitarfélagana og gerir þeim erfitt fyrir að mæta þeim útgjaldaauka sem fylgir greiðslu fjárhagsaðstoðar. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar skorar því á ríkisstjórn Íslands að lengja tímabil atvinnuleysisbóta tímabundið til að bregðast við alvarlegum efnahagslegum afleiðingum kórónuveiru faraldursins. Og undir þessa bókun hafa ritað allir bæjarfulltrúar. En orðið er laust fundargerðir bæjarráðs. Það er enginn sem kveður sér hljóðs fundargerðir bæjarráðs. Afsakið herra forseti, ég er að reyna að setja hendina á loft, sérðu ekki hendina? Ég sé hana núna, gerðu svo vel Friðjón. Takk að kæra forseti ágætu bæjarfulltrúar. Mér langaði bara að nefna nokkur atriði í fundargerðum bæjarráðs, fundi númer 1295 og 1296. Það er á fyrri fundinum, fyrsta mál, Stapaskóli annar áfangi, frumhönnun og svörum spurningum og bæjarráð samþykkti að halda áfram með verkefnið og vildi ég bara fagna því og þakka fyrir góða samheldni og góðar umræður á þessu fundi og hlakka mikið til að sjá hvernig þessu verkefni vindur áfram að hafa þarna glæsilega íþrótta aðstöðu, sund og fleira. Kæra þakki fyrir það. Síðan langaði mig að nefna annar mál sem eru grenndargámar í Reykjanesbæ. Þetta er þriðja mál á sama fundi en þetta er stórt mál og mikil breyting og mjög jákvætt að við séum að komast inn í nútíman í þessu. Síðan langaði mig að nefna á næsta funda eftir 8. mál sem var erindi frá mennta- og menningarmálaráðuneyti en það snýst aðkomu ríkisins að uppbyggingu Keilis skólans okkar. Það er mjög jákvætt og bara fagna sérstaklega aðkomu ríkisins að þessu verkefni og ég verð að segja það að þetta er búið að taka langan tíma en niðurstaðan er ríkinu til sóma og ég vona að sveitarfélögin öll sömul taki þátt í þessu verkefni og við aðstofum vel við endurreisn á Keili. Takk fyrir það. Kæra þakkir. Takk fyrir Friðjón, orðið er laust. Anna Sigríður, gerðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Ég vil langar að taka undir með Friðjóni varðandi þriðja mál grenndargáma í Reykjanesbæ. Ég hef oft fengið spurningar frá íbúum varðandi hvar sé hægt að henda ákveðnu rusli eða jafnvel ónýtum húsgögnum með öðru og við höfum öll örugglega séð einhverjar myndir á samfélagsmiðlum þar sem að náttúran okkar er ekki alveg nægilega hrein í kringum okkur í samfélaginu, þar sem fólk hefur verið að henda jafnvel bara barnahúsgögnum úr herbyggjum með einhverju og átt erfitt með að komast út í kölku eða farga þessu á rétta staði, þannig að ég held að þetta verði eitthvað sem að mjög margir íbúar verði ánægðir með og ég fagna því að grenndargámar sé að fara að birtast í nokkrum hverfum í Reykjanesbæ. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Orðið er laust. Margrét Sandnes, gerðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Það er áhugavert og ánægjulegt það sem komið fram bæði hjá formanni bæjarráðs og fleirum. Þessi fjármunir sem að ríkið var að veita til Keilis og sveitarfélögin er með því fororði að sveitarfélögin leggi hlutafé á móti. Það er tekið eftir því hjá öðrum sveitarfélögum í landið og við erum ánægð með það
að ríkisvaldið að horfa til okkar og að styðja við þetta svæði og það vel. En við erum í miklum erfiðleikum eins og kom fram í þessari bókun í byrjun og við stóðum öll að. En við höfum verið duglega að gagnrýna, þannig að það ástæða til að þakka fyrir þegar vel gert fyrir svæðið og þess vegna vil ég ítreka það hérna og taka undir með formanni bæjarráðs. Takk fyrir þetta, Margrét. Það hafa ekki fleiri hvatt sér ljós fundargerð bæjarráðs. Þeir sem samþykkt geta fundargerð bæjarráðs eru þá beðin að gefa merki. Og geta bæjarfulltrúar, það eru 2 sem ekki hafa greitt atkvæði. Það eru komnir 10, sýnist mér. Gunnar Þórarinsson. Heyrir í mér, Gunnar? Hann ekki kominn inn? Nei, hann ekki kominn inn. Ok, þá þessar fundargerðir samþykktar 10-0 og þá vil ég biðja ykkur að taka hendurnar niður aftur eða ekki að stýra því. Og þá komið að lið númer 2 sem eru fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs og í henni eru 8 mál sem við þurfum að greiða eða afgreiða sérstaklega. Og þau eru númer 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 og 15. Og þá tek ég fyrir fyrsta málið af þessum 8 sem 3. mál Víðidalur 10-12 sem breyting á deiliskipulagi og ég gef orðalaust þennan lið. Einhver sem vill taka til máls undir þessum lið? Það enginn sem kveður sér ljós undir þessum lið. Þeir sem samþykja þetta lið númer 3 í fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs eru beðin að gefa merki. Hann samþykktur 10-0 og þá það lið númer 4 sem Bauholt 23, fyrirspurn lóðastækkun, niðurstaða grenndarkynningar. Orðið laust lið númer 4. Það enginn sem kveður sér ljós undir lið númer 4. Þeir sem samþykkt geta lið númer 4 eru beðin að gefa merki. Og hann samþykktur 10-0. Þá það lið númer 5 sem Mardalur 26-34 sem fyrirspurn vegna útlitsbreytinga. Orðið laust lið númer 5. Það enginn sem kveður sér ljós undir þessum lið. Þeir sem samþykkt geta lið númer 5 eru beðin að gefa merki. Hann samþykktur 10-0. Þá það lið númer 6 sem Háholt 26, fyrirspurn viðbyggingu. Orðið laust lið númer 6. Það enginn sem kveður sér ljós undir þessu lið. Þeir sem samþykkt geta lið númer 6 eru beðin að gefa merki. Og hann samþykktur 10-0. Og þá það lið númer 8, Hólbergsbraut 9, sem varðar uppskiptingu á lóð. Orðið laust lið númer 8. Það enginn sem kveður sér ljós undir lið númer 8. Þeir sem samþykkt geta lið númer 8 eru beðin að gefa merki. Hann samþykktur 10-0. Og þá það lið númer 9, Birkiteigur 1, fyrirspurn heimild til að byggja kvist. Orðið laust lið númer 9.
Þá getur bæjarfulltrúar minni ykkur á að taka niður hendina svona á milli atkvæðagreiðslna. Það enginn sem að kveður sér ljós undir lið númer 9. Þeir sem geta samþykkt lið númer 9 eru beðin að gefa merki. Og hann samþykktur 10-0. Þá það liðið númer 10 sem er Mánagata 3, fyrirspurn stækkun á húsi. Orðið laust lið númer 10. Það enginn sem kveður sér ljós undir lið númer 10. Þeir sem samþykkt geta lið númer 10 eru beðin að gefa merki. Hann samþykktur 10-0 og þá það síðasti liðurinn sem Nesvegur 50, deiliskipulagsbreyting. Orðið laust lið númer 15. Það enginn sem kveður sér ljós undir þessum lið. Þeir sem samþykkt geta lið númer 15 eru beðin að gefa merki. Og hann samþykktur 10-0. Þá orðið gefið laust fundargerðina öðru leyti. Það enginn sem kveður sér ljós undir þessari fundargerð. Þeir sem samþykkt geta fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs eru beðin að gefa merki. Hún samþykkt 10-0. Þá getur bæjarfulltrúar, ég vildi þá kanna hvort að Gunnar Þórhans sé kominn mættur á fundinn. Nei. Forseti, Já. ég með Gunnar Þórhansson í símanum, hann segist að komin inn á fundin en hann get ekki greitt atkvæði að hann kemur inn sem gestur á einhverju öðru netfangi. En getur hann tjá sig? Getur þú skrifað á tjattinu, Gunnar? Eða bara tekið til máls? Já. Gunnar, heyrir í mér? Ertu inn á Teams? Ertu inn á Teams, Gunnar? Já. Þú sér litla chat-gluggan. Já, við heyrum ekkert í þér. Nei, ég heyri bara í þér í símanum. Þú ertu með hljóðnema nokkuð lokaðan? Nei. Er sonur þinn farinn? Kjartan, viltu bara mjúta þig, við höldum bara áfram? Þá getur bæjarfulltrúar þá komið að lið númer 3 sem fundargerð menningar og atvinnurás frá 18. nóvember. Orðið laust. Friðjón Einarsson, gerðu svo vel. Friðjón, ertu mjútaður? Herra forseti, kæra þakkir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mig langar að fara yfir aðeins að minnast á nokkur atriði í þessari fundargerð. Menningar og atvinnuráðs, þetta var mjög viðamikill fundur og mörg mál voru þarna til umræðu. Sérstaklega var rætt tjaldstæði og ég ætla nú ekki að fara nákvæmlega yfir kannski erindin í því en þetta var mjög þörf og góð umræða og við munum síðan fá öll þessi mál inn til bæjarráðs í næstu viku. Bæði tjaldstæði í Reykjanes og síðan samstarf við Happy Campers eins og kemur fram í fundargerð. Mér langar sérstaklega núna að minnast á 4. lið sem eru gjafir til Listasafns Reykjanesbæjar. Það hefur komið í ljós verulega á síðustu vikum og mánuðum að Listasafn Reykjanesbæjar er mjög vel metið víða landið og Davíð Guðbjörnsson, hann hefur frá upphafi 9. áratugarins starfað nær eingöngu að listsköpun með áherslu á málverk og grafík.
hann hefur verið svo almennilegur að veita að gefa Listasafni Reykjanesbæjar stórfengilega gjöf 300 grafíkverk, en af þeim eru 244 verk á sýningunni sem Listasafni vinnur núna að. Listasafn Reykjanesbæjar vill sérstaklega þakka Daða Guðbjörnssyni fyrir traustið sem að sýna safninu með svo rausnarlegri gjöf. Það að þakki fyrir það, Daði. Í maí 2020 fékk Listasafn Reykjanesbæjar rausnarlega gjöf úr dánarbúi Bjargar sem samanstendur af 105 myndverkum. Þar af eru 7 krítarteikningar, 11 akrílmálverk og 87 grafíkverk. Búið að skrá verkin í menningarsögulegt gagnasafns sem hefur að geyma verk í eigu allra safna á Íslandi. Listasafn Reykjanesbæjar þakkar aðstandendum traustið, dóttur Bjargar Guðnýju Ragnarsdóttur og hennar syni Ragnari Árna Ólafssyni og safnið mun standa vörð arfleifð Bjargar Þorsteinsdóttur. Sérstaklega vildi ég koma þessum tvennu til skila, mjög almennilegt af þessum aðilum. Atvinnumál stór hluti á þessum fundum menningar og atvinnuráðs og Sigurgestur fór yfir þau verkefni sem hann þegar að vinna að og ekki kannski alveg stað og stund til að segja frá þeim en það ljóst að það mikill áhuga á að koma viðskiptalífinu í gang hérna í Reykjanesbæ og má segja það að Sigurgestur sem að vinna með fleiri stofnunum Reykjanesbæjar hafi staðið sig sérlega vel og fjöldi verkefna sem munu fá nánari kynningu eru í undirbúningi. Síðan langar mig í 8. máli að minnast á menningarverðlaun Reykjanesbæjar en menningarverðlaunin, Súlan, hana hlaut að þessu sinni Alexandra Tjernískova, sópransöngkona og tónskáld. Hún hlýtur Súluna fyrir framlag sitt til eflingar tónlistarlífs í Reykjanesbæ. Menningar og atvinnuráð þakkar Guðlaugu Maríu Lúu sérstaklega fyrir góðan undirbúning í þessu máli og sérstaklega óskum við auðvitað Alexandru til hamingju með þetta. Takk fyrir. Takk fyrir Friðjón. Ég sýnist vera 2 hendur á lofti, Margrét Sanders, gerðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Já, mér langar að nefna örfá mál hérna. Það í fyrsta lagi, það tjaldsvæðin og ég gríðarlega ánægð með að menningar og atvinnuráð skyldi koma fram með það að taka undir þegar einstaklingur á frumkvæði eins og Happy Campers með að byggja upp tjaldsvæði og skoða hvernig hægt að vinna með þessum aðila við uppbygginguna. Mér skilst varðandi tjaldsvæði í Njarðvíkurskógum að það sé gert ráð fyrir því á skipulagi og það kom mér verulega óvart þegar ég var að skoða það af því að eins og þið nefnið í fundagerðinni að þá þetta akkúrat í fluglínu þannig að það ekki mikil svefnfriður á því tjaldsvæði þegar að flugi fyrir gang. Og síðan langar mig að nefna varðandi lýðheilsustefnuna að þá samþykkir menningar og atvinnuráð stefnuna en það bara verið að biðja umsagnir bara kannski orðalag, skiptir ekki máli, ég vildi bara nefna það. En svo að lokum að þá það varðandi atvinnumálin að það gríðarlega mikið að gerast og við höfum fengið góðar kynningar hjá Sigurgesti Guðlaugssyni. En við þetta væntum allavega að því komið á framfæri að þegar kynningar að ræða eins og þarna, þó þetta sé kannski mál sem við ætlum ekki að fara að tala alveg strax, þá engin gögn undir þessu lið, þannig að það ekki þetta að fylgjast með hvað í gangi, því að eins og við vitum að þá vantar okkur tekjur, okkur vantar atvinnu, okkur vantar að koma atvinnulífinu á stað og fá ný tækifæri og nýjar tekjur og þess vegna finnst mér mjög mikilvægt að bæjarráð og bæjarstjórn fylgist vel með hvaða möguleikar eru í stöðinni og hjálpi þá til ef að hægt Takk. Takk fyrir þetta, Margrét. Baldur Guðmundsson.
Já, virðulegi forseti, góðir bæjarfulltrúar og gestir. Margrét var nú búin að koma inn á það sem ég ætlaði að minnast á, það varandi tjaldsvæðið. Að það, ég styðji það að það sé unnið með einkafyrirtækjunum í því að koma þessu upp og að við förum ekki síðan í einhverja samkeppni tjaldsvæðið. Það að vera nógu erfitt að koma þessu upp og sem ekki að vinna gegn einkaaðilum. Síðan náttúrulega bara óska Alexandru til hamingju með menningarverðlaunin og líka bara sviðinu með þessa jóladagskrá. Ertu ekki í mynd? Því að þú ert á skjá og... Ég sé mig í mynd. Við sjáum það ekki. Ég sé hann. Ég sé hann líka. Ég sé hann í mynd. Ég sé hann í mynd. Ég sé hann líka, en hann er frosinn hjá mér. Einstaklega fríður, Baldur. Já. Hann er við allir skjá. Þá heldur við bara ég er nefnilega ekki mynd, eitthvað skrítið. Já. Þú er svo einu sem finnst ég ekki vera myndarlegur. En já, ég ætla bara að þakka sviðinu fyrir skemmtilega og áhugaverða jóladagskrá og vona að bæjarbúar geti tekið þátt í þessu eins og hægt er. Þá hefur lokið málinu. Takk fyrir Baldur. Orðið laust. Vinni Birna Guðmundsdóttir, gerðu svo vel. Já, takk herra forseti og ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjórar og gestir. Ég vil bara koma inn á, mér finnst þetta frábærlega skemmtileg fundargerð hjá ráðinu, þetta allt svo upplýsandi og vel sett fram og ég vil bara fagna því hvað er verið að taka vel á yfirferð atvinnumálin. Við erum að sigla í erfiða tíma þannig að það er greinilegt að það er öll áhersla lögð á að kynna sér þau mál sem við getum farið í og við munum að sjálfsögðu aðstoða allt við það. Mér finnst frábært að tjaldsvæðið sé komið í umræðu og við bara keyrum í það ágætu umræðu saman vonandi í sumar. Það er hálf svona ekki alveg til fyrirmyndar að við séum ekki tjaldstæði hjá okkur ennþá en vonandi verður úr því og svo langar mér líka að koma inn á bara einmitt það sem að Baldur bæjarfulltrúi kom inn á frábæra jóladagskrá. Bara rífum þessa einangrun upp og gerum eitthvað skemmtilegt í jólin. Bara takk fyrir. Takk fyrir þetta Gunni. Það hafa ekki fleiri kvatsi ljós undir þessum lið. Þeir sem staðið geta fundargerð menningar og atvinnuráðs frá 18. nóvember eru beðin að gefa merki. Og hún er samþykkt 10-0. Og þá er komið að fjórða liði sem er fundargerð velferðarráðs frá 18. nóvember. Orðið laust. Muni eftir að taka niður hendi þegar ég gerir ráð fyrir að þær hendur sem nú eru á lofti sé að biðja orðið. Það sýnist mér vera fyrsta blað Margrét Þórarinsdóttir. Margrét gerði svo vel. Heyrið í mig núna? Heyrið mig núna, já. Já, ég ætla að koma hérna, virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, ég ætla að koma hérna undir lið númer 8, mælaborð og tölulega upplýsingar. Ég hef nú oft komið upp undir þessum lið. En mér langar svona að segja það að þessar tölur eru enn og aftur sláandi og valda mér miklu hugarangri eins og ég hef þegar komið áður að og við þurfum að forgangsraða verkefnum og halda vel utan á þau verkefni sem að Reykjanesbær hefur sett í forgang þannig að þau fari ekki fram úr áætlun og núna stöndum við frammi fyrir því að reyna að koma saman fjárhagsáætlun og mér langar bara að ítreka það að það eru náttúrulega verulegur samdráttur í tekjum vegna COVID-19 veirufaraldursins og að sama skapi eins og við sjáum öll þá eru útgjöld sérstaklega mikið að aukast og við megum ekki gleyma því að verkefnunum verður að forgangsraða og þá sérstaklega samkvæmt stefnu Reykjanesbæjar. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta, Margrét. Þá það nafnaðinn Sanders, gerðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir. Já, mig langar að nefna varðandi eða spyrja varðandi fyrsta mál, þjónusta við umsækjendur alþjóðlega vernd eða hælisleitendur, þjónusta við hælisleitendur. Þetta mál hefur áður komið fyrir á velferðarráði og var rætt hér í bæjarstjórn og bæjarfulltrúar þeir sem tjáðu sig, bæði og meirihluta og minnihluta, voru mjög sammála virtist vera á þessu fundi og þegar þetta mál kom fyrir fundin hjá velferðarsviðinu eða velferðarráði að þá sagði okkar fulltrúi frá því að meirihlutinn hafi verið að ræða sig saman á fundunum og tekið hlé og málinu hafi verið frestað. Það var ekki endilega tillaga starfsfólksins, þannig að þar sem Guðný Birna Guðmundsdóttir bæjarfulltrúi á fundinum, þá langar mig til þess að vita, þetta orðið eitthvað pólitískt mál eða hvers vegna var málinu frestað? Takk. Slökkt á þessu. Eitthvað fór í gang þarna. Mér sýnist Gunnar Þórarinsson vera orðinn tengdur núna. Já, við sjáum hann í mynd. Býttu Guðni, setst þú hérna? Nei, ég ekki að segja. Gaman að sjá þig. Ertu velkominn? Takk. En get ég ekki greitt atkvæði? Guðný Birna, viltu bregðast við? Kæru svo velkominn. Já, gjarnan, takk fyrir forseti og ágæti bæjarfulltrúar og takk fyrir fyrirspurnina Magn mín. Við ræddum okkur aðeins saman á fundinum meirihlutinn í velferðarráði og það ekkert pólitískt plott eða neitt sundrungur í velferðarráði Reykjanesbæjar. Þetta mjög gott ráð og mjög gott samstarf þarna á milli. Ástæðan var að við fengum í hendurnar ákveðnar tölulegar upplýsingar á fundinum sem við vildum bara fá betri tíma til að fara yfir. Það meðal annars það sem verið að skoða í þessu máli stærðin á Lindabrautinni, fjöldi hælisleitenda sem eru í blokkinni, hvort og hvernig og tölulega við viljum ekki taka við þessum samningi frá Útlendingastofnun. Þannig að okkur fannst ekki tímabært að taka ákvörðun á þessum fundi á þess að fyrirliggjandi gögn. Við höfum lengri tíma til að skoða þau. Þannig að við tókum okkur hlé og ræddum það og komum aftur á fundin og minnihlutum að sammála okkur í því að við vildum lengri tíma. Og það sem við ræddum líka í kjölfari var að við töluðum við starfsfólksviðsins og ræddum við þau og við áttum bara mjög góðar umræður þennan fundalið og við ætlum að fá betri tölulegar upplýsingar sem að starfsfólki að vinna. Þannig að okkur fannst bara ekki tímabært að afgreiða eða segja af við á neitt á þessum tímapunkti. Þannig að við sammæltumst það. Ég vona að það hefði svaraði Margrét, en þetta mál í frekar skoðun og þess vegna var ég frestað. Takk fyrir þetta, Guðný Birna. Þá hefur Margrét Þórarinsdóttir aftur beðið orðið. Kæru svo vel, Margrét. Nei, ég ekki að biðja aftur orðið. Nei, ok. Og einhverju fleiri sem óska eftir að taka til máls undir þessari fundagerð? Nei, það ekki fleiri sem hafa óskað eftir að taka til máls. Þeir sem samþykkja fundagerð velferðarráðs beðin að gefa merki. Við hér öll að greiða atkvæði bara með uppréttingu. Gunnar Þórarinsson, ertu samþykkir í fundagerðina? Gunnar, ertu stiltur á mute eða? Getur hann ekki bara rétt upp hendina ef hann samþykkur? Þið komið núna? Heyrið í mér? Já, samþykkir í fundagerð velferðarráðs.
Ég fylgdist ekki með umræðum þannig að ég get nú lítið, ég verð bara að sitja hjá. Já, en þú hefði getað lesið hana áður en þú komst á fundinn? Lesið í sambandi við fundagerðina, við erum bara að fara yfir fundagerð velferðarráðs sem að var... Já, ég get samþykkt hana. Samþykkt hana. Já, takk fyrir það. Þá er hún samþykkt 11-0. Þá var það liður númer 5 sem er fundagerð framtíðarnefndar frá 18. nóvember, orðið laust fundagerð framtíðarnefndar. Og að minna alla á að taka niður hendi þegar búið að greiða atkvæði. Baldur Guðmundsson hefur óskað eftir að taka til máls undir fundagerð framtíðarnefndar. Gerðu svo vel, Baldur. Já, virðulegur forseti, góðir bæjarfulltrúar. Ég ætla ekkert að hafa mörg orðum þetta og ekkert að fjalla endilega efni fundagerðarinnar, en minnst blasa dálítið við þar sem að við höfum verið að halda dálítið fram með framtíðarnefnd að henni er nánast of aukið, þannig að verið að taka fyrir mál sem hafa verið tekin fyrir í öllum öðrum nefndum eða nokkurum öðrum nefndum. Ég ætla ekki að koma með formlega tillögu, en mér finnst alveg athugandi í þessu árferði, þó að sparist ekki mikið, að hann megi alveg leggja niður þessa nefnd vegna þess að það sem hún er að rýna er tekið fyrir nánast í einhverjum öðrum nefndum. Þetta er ekki formlega tillaga, ég bara meirihluti megi alveg taka það til skoðunar í fjárhagsáætlanagerðinni. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Baldur. Margrét Þórarinsdóttir. Já, virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, ég vil taka undir bæjarfulltrúa Baldri. Þegar maður svona las þessa fundagerð þá sá maður að þetta ráð er kannski svolítið ofaukið og eins og hann réttilega benti á að þá eru fjallað flestöll mál þarna í flestöllum nefndum og það mætti alveg skoða og ég ætla að vona meiri hluti taki tillit til þess að þessi nefnd verði þá allavega lögð niður tímabundi þar sem við erum að horfa fram á gríðarlega erfiðlega fjárhagsáætlun og ég vil minna ykkur á það og það hefur komið hér fram áður að brauðmálar geta orðið að brauði. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Margrét. Kannski bara svo ég segi mína skoðun á þessu máli, þá tel ég enga líkur á því að meiri hlutinn ætla að fara að leggja niður framtíðarnefnd á þessum tímapunkti. Ég álít að ef við ætlum ekki að hugsa til framtíðar núna, þá hvenær? Ég held að það sé nauðsynlegt að við reynum að horfa til framtíðar og velta fyrir okkur hvernig við getum feta veginn áfram. Og ég held að þessi framtíðarnefnd hafi mýmörg verkefni til að sinna. Við vitum meðal annars að hún tók að sér að vinna umhverfisstefnu sveitarfélagsins. Hún er líka að skoða tölvumál og hvernig samskiptamál geta litið út hjá sveitarfélaginu. Þannig að það er eitt og annað sem að framtíðarnefnd getur velt fyrir sér. Og svo er náttúrulega bara eðlilegt og gott og ef við varum sjálf svolítið dugleg við að henda inn í framtíðarnefndina, við eigum flest okkar fulltrúa inn í nefndinni og við gætum svo sem alveg sjálf beðið framtíðarnefnd að skoða og velta fyrir sér ákveðnum málum sem gætu hugsanlega nýtt sveitarfélaginu til framtíðar. Þannig að ég tel ekki að það sé neina líkur á því að það komi til að frá meiri hlutunum það að leggja niður framtíðarnefnd. Margrét Sanders gerir svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Ég er í rauninni búin að ákveða það, eða var búin að ákveða það, áður en ég bað orðið núna, að ég hef úttalað mig þetta mál. En mér finnst ástæða til þess að nefna, af því að mér fannst aðeins vera útúrsnúningur út úr því sem að Baldur var bara að nefna áðan, að svarið ykkar er alltaf að vera að horfa til framtíðar. En Baldur er bara að nefna það að öll málin sem að eru búin að vera í framtíðarnefnd eða í framtíðarnefnd, þau eru annars staðar. Það er búið að ræða þau annars staðar. Umhverfisnefnd var nefnd, umhverfisstefna var nefnd. Hún er búin að vera í mikilli vinnu hjá
buskinu, umhverfis- og skipulagssviði og svo framvegis. Og það eingöngu það. En eins og þið komuð svo fallega orði daginn að þið ráðið þessu, þannig að framtíðarnefndin fer að tala eitthvað nýtt, að það bara flott og fínt. En tillagan okkar búin að koma fram að leggja þessa nefnd niður og við ætlum ekkert að ítreka hana meira eftir ræður. Takk fyrir þetta, Margrét. Einhverju fleiri? Jóhann Friðrik, gerðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Auðvitað finnst mér eðlilegt að bæjarstjórn velti fyrir sér öllum möguleikum á þessum tímapunkti í ljósi aðstæðna. Ég þið síðastu til þess að vera gagnrýna það. Ég held aftur á móti, eins og forseti hefur komið inn á, að það eru gríðarlega breytingar í samfélaginu okkar. Þær eru að verða meiri og meiri. Þar getum við hort til rafrænnar stjórnsýslu, við getum hort til orkuskipta, við getum hort til gríðarlega breytinga í tækninýjungum, við getum hort til þeirra þáttar sem eru að stuðla og við erum að reyna að snúa þeirri þróun auðvitað við, en þá ég fyrst og fremst við loftslagsmál. Og allt eru þetta framtíðarpælingar. Nú ríkisstjórn Íslands setti á laggirnar þegar hún tók við framtíðarnefnd sem að leidd var af þingmanni Suðurkjördæmis Smára McCarthy. Og þar var verið að taka fyrir ýmis mál eins og framtíðar horfur í menntamálum. Og allt var þetta gert til þess að reyna að rýna í þessa kristalskúlu sem framtíðin er. Og auðvitað skipunarbréf framtíðarnefndar þannig og gerði gert að þetta eru fjölbreytt verkefni sem að blasa við okkur og hugmyndir meirihlutans gengu fyrst og fremst út á það. Við erum að lesa aðeins úr skipunarbréfinu. Framtíðarnefnd ætlað að fjalla helstu tækifæri og áskorun í samfélags í framtíðinni. Á þar helst nefna lýðræðislega þátttöku, lýðræðislega breytingar, aukna sjálfvirknivæðingu í tengslu við 4. iðnbyltinguna, rafræna stjórnsýslu, framtíðarstefnumörkun gagnvart loftslagsmálum og önnur þverfagleg málefni sem nefndin ákveður. Þetta allt risastór verkefni sem að blasa við okkur og blasa við bæjarbúum Reykjanesbæjar. Og það auðvitað ekki komið mikil reynsla á framtíðarnefnd eins og svo sem aðrar nefndir sem eru nýjar í skipuriti sveitarfélagsins. Og ég hef mjög góða tilfinningu fyrir því að framtíðarnefnd muni nýtast bæjarbúum mjög vel. Og ég hef svo sem ekki miklar áhyggjur af því þó að mál sem að heyra undir eða komi inn á borð fleiri en einna nefnda hjá bænum. Ég held að það sé eitthvað sem að bara styrkir það og minni bara á að bæjarstjórn sjálf tekur auðvitað allar fundargerðir bæjarstjórnar til umræðu og samþykktar á sínum fundum. Þannig að þarna auðvitað svipaðan samráðsvettvang að ræða eins og í öðrum nefndum og ráðum bæjarfélagsins. Það sem aftur á móti snýr að skilvirkni sveitarfélagsins. Ég get auðvitað tekið undir það að við reynum að horfa á þessum tímum eins og svo sem alltaf í hvað skilvirkt og meðal annars það sem að kom út úr vinnu framtíðarnefndar ríkisstjórnarinnar. Þar var einmitt verið að velta fyrir sér svona framtíðarpælingum sem að án efa koma til með að hafa afdrifaríkar afleiðingar á íbúa landsins til lengri framtíðar og hvernig hægt sé að bregðast við þeim á þessum tímapunkti. Og þess vegna finnst mér umhverfisstefnan passa einkar vel þarna inn og ég veit að það gott samstarf á milli umhverfis- og skipulagssviðs og umhverfis- og skipulagsráðs og framtíðarnefndar þær pælingar. Takk. Takk fyrir Jóhann. Styrmir Gauti, gerðu svo vel. Forseti, ég ætla bara að segja að ég get ekki verið sammála því að öll þau mál sem hafa komið fyrir í framtíðarnefnd hafi komið fyrir í öðrum nefndum. Þó það kunni að vera
einhver af þeim málum í þessari fundargerð hafi einnig komið fram í öðrum fundargerðum, þá get ég alls ekki verið sammála því að öll þeim mál sem hafa verið tekin fyrir í fundargerðum framtíðarnefndar hafa einnig verið tekin fyrir á öðrum fundargerðum. Takk fyrir. Takk fyrir styrmir. Margrét Þórarinsdóttir. Já, virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, ég vil þakka bæjarfulltrúa Jóhanni Friðriku fyrir að lesa erindisbréf framtíðarnefndar. Þrátt fyrir að við séum að tala framtíðina og all mikilvægi þessa nefndar, að þá finnst mér nú það hálfkaralegt að framtíðarnefndin skipað einungis 5 fulltrúum og ég gagnrýni það enn á ný. Ég er búin að gagnrýna það hér áður þegar framtíðarnefndin var skipuð að allir flokkar sem hlutu kosningu í bæjarstjórnarkosningunni hafi aðkomu að þessari nefnd, en það var nú ekki samþykkt og ég tel að það fari beinlínis gegn markmiði nefndarinnar og útiloka einn bæjarfulltrúa frá starfi nefndarinnar. Það sem eitt markmið með stofnun þessa nefndar var á sína tíma, ef mig minnir rétt, var lýðræðislega þátttöku íbúa. Þannig að það hefði nú verið ánægilegt að allir hefðu setið við þetta borð, en ég tel svo tímabært í ljósi aðstæðna að við myndum allavega leggja hana niður á þessum tímapunkti hvað varðar næstu fjárhagsáætlun, en ekki til framtíðar. En þið skulu huga því að þarna eru mikið misréttlæti að ræða að allir fulltrúar sem voru lýðræðislega kjörnir koma ekki að vinnu hvað varðar þessa framtíðarnefnd, víst að hún svona ofboðslega mikilvæg. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Baldur Guðmundsson, gerðu svo vel. Já, virðulegur forseti og góðir bæjarfulltrúar. Það nú ekki að fara með þessa umræðu inn í langa framtíð. Ég er bara að vekja máls á þessu akkúrat þessi fundargerð. Ég hef oft setið á mér og ekki verið að gagnrýna þessa nefnd. Ég hef líka gagnrýnt það alveg frá því að var stofnuð. Þetta bara blasti við þessi fundargerð og ég er alls ekki að segja að öll mál væru allstaðar. Ég var að segja að þessi fundargerð sýnir það að öll þessi mál sem eru á dagskrá fundarins hafa verið tekið fyrir í öðrum nefndum. Og svo annar útúrsnúningur að önnur ráð horfi ekki til framtíðar. Önnur ráð eiga náttúrulega að horfa til framtíðar og við eigum öll að gera það. Hvort sem það heiti bæjarráð, fræðsluráð, hvað erum við að gera annað í fræðsluráðan að hugsa til framtíðar, að byggja upp framtíðar íbúa og mennta þá. Lýðheilsunefndin og það ráð, auðvitað erum við að hugsa heilsu íbúana til framtíðar. Umhverfis- og skipulagssvið að vinna umhverfis- og skipulagsmálum til framtíðar. Við þurfum ekki að hafa sérstaka nefnd til að taka þetta. Öll þessi málefni sem eru nefnd geta rúmast í öðrum nefndum sem öll eru að hugsa til framtíðar. Þetta er bara mín skoðun og það að þegar við erum að gagnrýna þessa nefnd og hvernig fara af stað með hana, að við höfum tækifæri til að nýta hana. Við lýstum því alveg yfir í upphafi að auðvitað erum við bara að taka þátt í þessari nefnd til að svona uppfylla þetta lýðræði. Við erum að taka þátt. Þið vildu leiða hana, þið vildu leiða okkur inn í framtíðina með þessari nefnd og þegar við erum að gagnrýna þá, já, ég hef nefnt það áður þegar þessi hringur fer af stað, þessi hringavitleysa, að ef þið viljið að við séum þá að taka virkan þátt í þessu, þá gætu þið alveg gegnt formennsku ef þið viljið, sko. Þannig að ég var bara að henda þessu fram. Mér finnst þetta óþörf nefnd vegna þess að það hægt að vinna öllum þessum málum annars staðar. Takk. Takk fyrir það. Ég vil bara biðja bæjarfulltrúa Baldur að vera ekki sár þó. Ég deili ekki sömu skoðun á hann að hann þurfi ekki að líta á það sem einhvern útúrsnúning. Við bara erum ekki sammála og ég bara þoli það alveg að Baldur hafi aðra skoðun heldur en ég. Og ég ætla að vona að hann þoli það líka að við höfum aðra skoðun heldur en hann. En það er ein hendi hérna á lofti, ég reikna með að það sé hendi Gunnars Þórarinssonar. Er það ekki rétt hjá mér? Jú, ég er með hendi. Alveg rétt. Gunnar. Ja, ég er náttúrulega búin að missa af heilmiklu, en heyrði hér ávæninga því að
með tjaldsvæðin að það væri ekki æskilegt að setja þau niður í Njarðvíkurskóga, sem ég er svo sem alveg sammála. En bendi á að íbúar á þessari línu það var að þola þetta í áratugi og ekkert gert. Við höfum reyndar verið rætt þetta, en ekki tekist að það verður ekki tekist að í raun og veru fá einhverja leiðréttingu eða lagfæringu á þessu. Mér finnst að við ættum nú að byrja á því að finna eitthvað út með það. Heyrið í mér? Já, við heyrum allir þér. En Gunnar minn, þetta var nú bara fyrir 3 fundargerðum síðan sem við vorum að ræða þetta. Já, það er ekki mér að kenna. Þess að komið að framfæri einhverju fleiri sem að vilja taka til máls. Það ekki fleiri sem að hafa óskað eftir að fá taka til máls undir þessu lið. Þeir sem samþykkt geta fundargerð framtíðarnefndar eru beðin um að gefa merki. Það eru Gunnar, heyrirðu í mér? Ert þú samþykkir fundargerð framtíðarnefndar? Já, ég get samþykkt hana. Já, þá hún samþykkt 11-0. Þá komið að fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 19. nóvember. Orðið laust fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar. Fara svo við Margrét Sanders, gerðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðu gestir. Aðventan komin og það gleði og ég held að við þurfum að horfa til þess að þær hugmyndir sem eru ennþá hugmyndir skipasmíðastöðvarinnar að byggja eða auka við sig og efla skipasmíðastöðina að það væntanlega að hafa áhrif, enda sjáum við þarna að lóðir Reykjaneshafnar að það verið að samþykkja úthlutanir. Og ég vil bara ítreka það að bara þetta svo gott dæmi eins og þetta með skipasmíðastöðina að það svo oft rætt að svoleiðis störf séu einhver karlastörf að þá finnst mér mjög mikilvægt að það sé tekið fram að þetta orðið mjög tæknivædd störf í kringum skipasmíðastöðvar í fyrsta lagi og það eru bæði kvenfólk og karlmenn sem eru þar og þetta hefur einnig gríðarleg áhrif á önnur störf í sveitarfélaginu þegar það eflist atvinna einhvers staðar. Þannig að mér finnst þetta mjög mikilvægt að við höldum þetta í haga að uppbygging atvinnu í öllum geirum hefur áhrif á uppbyggingu atvinnu annars staðar. Takk. Takk fyrir þetta. Anna Sigríður. Nei. Jóhann Friðrik. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér langar bara að taka undir með Margréti Sanders varðandi störf á þessum tímapunkti. Ég verð reyndar að segja það að mér leiðist umræðu karla og kvennastörf almennt. Mér finnst það ekki vera í takt við þann tíðaranda sem við viljum minnstu kosti að okkar börn alist upp við. Ég kannski tilheyri sjálfur kvennastétt sem lýðheilsufræðingur. Svo spurning hvort að ég sé núna farin að tilheyra kvennastétt varðandi þann skóla sem ég fer fyrir. En einu sinni var það karlastarf og ég held bara að við munum sjá núna á næstu árum mikla breytingu þarna á. Þannig að ég tek heilshugar undir með Margréti og ég held að við ættum öll að geta unnið að uppbyggingu hvar svo sem í samfélaginu sem það er og það mun nýtast held ég öllum. Það sem að Margrét kom inn á skipaklassan, nú liggur fyrir að þetta stóra verkefni vonandi verður samþykkt af hálfu ríkisvaldsins og Reykjanesbær hefur gefið ákveðið vilyrði fyrir því að hlaupa
undir bagga með það sem snýrað hafnarmannvirkjum ef þetta verður að veruleika. Og þarna held ég þessu gríðarleg tækifæri fyrir okkur, ekki bara í Reykjanesbæ og ekki bara á Suðurnesjum, heldur líka bara fyrir landið allt, vegna þess að þetta mun laða að sér einmitt tæknifyrirtæki, þetta mun laða að sér þjónustufyrirtæki, þetta mun gera það verkum að við getum tekið við stærri skipum sem eru alltaf að vera tæknivæddari og tæknivæddari og getum unnið að þeim og breytingum og uppfærslum hér hjá okkur sem kannski ella hefðu farið erlendis. Þannig að ég ætla bara að vona að þetta flotta verkefni verða veruleika. Það drifið áfram að öflugu fólki sem hefur mikla reynslu á þessu sviði og skipasmíðastöð Njarðvíkur náttúrulega rótgróið fyrirtæki hér á svæðinu. Þannig að þar eru auðvitað fagmenn og okkur náttúrulega bara til sóma kjörnum fulltrúum að reyna að styðja við það verkefni. Þannig að það mikil lyftistöng fyrir okkur ef það verður að veruleika. Takk. Ertu á mute, forseti? Forseti, það heyrist ekki í þér. Mér langar bara til að taka undir þessu orð ykkar sem hafi tjáð okkur hér að þetta sérstaka verkefni getur orðið mjög mikil lyftistöng fyrir svæðið okkar. Enda þetta veruleg fjárfesting, við erum að tala fjárfestingu væntanlega vel á 4 milljarð króna í heildina. Þannig að þetta skiptir miklu að þetta verða veruleika. En eins og hér var nefnt hefur Reykjanesbær lýst yfir vilja til þátttökuverkefninu með ákveðinni skuldbindingu upp á vel á 400 milljónir ef af verður, en að því tilskildu að ríki komi með framlag á móti og við hljótum að bíða spennt eftir því að ríkisstjórnin leggi fram fjárlögin til seinni umræðu. Þar munum við sjá hvort að verði að ræða framlag í þetta verkefni og þannig að það vonandi í næstu daga fáum við einhverja vitneskju það hvort að við erum að fara að sjá til sólar í þessu verkefni eða ekki. En þetta auðvitað bara mjög spennandi og ánægjulegt að til skuli vera einstaklingar sem skuli vilja ryðja þessu áfram og rífa þetta í gang. Það hafa ekki fleiri kvadds í ljós undir þessum lið. Þeir sem samþykkt geta fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar eru beðin að gefa merki. Það eru 10 hendur komin á loft og ég reikna með Gunnar að þú verður að greiða atkvæði munnlega. Ég er búinn að setja merki við, ég samþykkja það. Hendina sér uppi. Já, þarna sé ég annan, já, ok. Takk fyrir þetta. Þá það næsti liður sem fundargerð barnaverndarnefndar sem hér lögð fram en ekki til sérstakrar afgreiðslu. Orðið laust fundargerð barnaverndarnefndar. Og Friðjón Einarsson. Afsakið og seinna taka niður hendina. Afsakið. Takk fyrir það. Margrét Þórarinsdóttir. Já, virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, mig langar hérna að koma undir lið 5, hvað varðar fundargerðina. Og enn og aftur sjáum við þarna aukning á milli mánaða og ég tek undir áhyggjum barnaverndarnefndar að aukning barnaverndarmálanna á árinu 2020 og því álagi sem veldur á starfsfólk. Og ég benda á að það jafnframt alltaf hætt á því að fólk fari í kulnun og við erum nú í fjárhagsáætlunargerð og við verðum að fjölga stöðugildum í barnavernd, þar að segja félagsráðgjöfum og ég ætla að vona að það verði svo sannarlega veruleika hjá okkur. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Margrét. Jóhann Friðrik, gerðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér langar bara að vekja máls á mjög áhugaverðu þingmáli sem að mér skilst að sé búið að dreifa á Alþingi, annaðhvort í gær eða í dag,
sem að snýra farsæld barna og þar félagsmálaráðherra ásamt stuðningi úr, ég held, öllum flokkum á Alþingi að leggja fram mikið þjóðþrifamál sem að gengur út á stigskipta þjónustu við öll börn og þar fyrst kannski ber að nefna grunnþjónustu og snemmtaka íhlutun sem að Reykjanesbær hefur svo sannarlega verið að vinna ötullega í og síðan á öðru stigi að börn sem að þess þurfa og fjölskyldur eftir eðli máls fái sérstakann stuðningsaðila til þess að leiða sig í gegnum kerfið og síðan þriðja stigið og það gengur út á sértækari stuðning við barnið á sinni vegferð og 24% af öllum börnum þurfa á einhverjum sértækum stuðningi að halda á sinni lífsleið, hvort sem að það í skóla eða eftir atvikum frá öðrum stofnunum eða sérfræðingum þar til það verður 18 ára gamalt. Og við í Reykjanesbæ erum búin að leggja mikla áherslu á það að reyna að bæta þjónustuna hjá okkur á velferðarsviði og þar mjög hæft fólk, valinn kunnur maður í hverju rúmi og við sjáum þessa aukningu sem að blasir við okkur í tölum varðandi barnavernd en líka bara í öðrum þáttum velferðarþjónustunnar og meiri hlutinn og eflaust með stuðningi þegar á hólminn verður komið allar bæjarstjórnar mun reyna að bæta fjármagni inn í þennan málaflokk í ljósi aðstæðna og eins og kom fram í fundargerð velferðarráðs þá líka verið að skoða með utanaðkomandi aðilum hvernig þjónustin háttað og hefur verið vel tekið í það af sviðinu. Þetta mjög veigamikill og stór málaflokkur og hann lögbundinn þannig að sveitarfélaginu ber að sinna honum mjög vel og þess vegna tekið sjálfsög undir með bæjarfulltrúa Margréti Þórarinsdóttur að þetta eitthvað það mikilvægasta sem við sinnum sem kjörnir fulltrúar að tryggja velferð bæjarbúa. Það verður áhugavert að sjá hvernig þetta frumvarp fer í gegnum þingið, hvort að það verði tekist eða hvort að allir leggist á eitt það verði að veruleika og síðan ekki síst hvaða skyldum munu sveitarfélög gegna í það að tryggja það að þessi þjónusta eigi sér stað við börn og hvernig verður kostnaðurinn af því því auðvitað viljum við öll gera vel í málaflokknum en við þurfum auðvitað að hafa bolmagn og fjármagn til þess að sinna því eins og okkur ber. Og þar hefur hallað á okkur í skiptingu ríkis og sveitarfélaga og helst kannski að nefna MPA-samninga notendastýrða persónulega þjónustu við fatlað fólk þar sem að við höfum sannarlega vilja vera að gera vel en fjármagn af hálfu ríkisins hefur verið á skornum skammti. Þannig að ég vildi bara koma inn á þetta undir barnaverndarnefnd, minna á mikilvægi þessa málaflokks og taka kannski sérstaklega til þetta frumvarp því að mér sýnist á öllu eins og ég hef kannski kynnt mér þó ekki nema bara lítilega að þarna sé gríðarlega stefnubreytingu að ræða af hálfu ríkisvaldsins í þá átt að fara að grípa fyrir ný með það markmiði að draga úr kostnaði til lengri tíma og eflaust verður áhugavert að sjá hvernig það verður síðan úr garði gert af hálfu ráðuneytis og síðan í samstarfi við sveitarfélög í kjölfarið. Takk. Forseti, þú ert mjútaður. Takk fyrir ábendinguna. Gerðu svo vel, Kjartan Már, þú varst að biðja orðið. Já. Gerðu svo vel. Ég ætla nú fyrst að óska bæjarstjórn Reykjanesbæjar til hamingju með 600. fundinn. Þegar ég hef ekki talað hér fyrir í dag. Það auðvitað stór tímamót. Og óska Reykjanesbæ og íbúum til hamingju með það. En aðeins fyrst vegna orða Jóhanns bæjarfulltrúa Jóhanns Friðriks að þá fylgdi með þessari kynningu í gær
og ráðherranum og leist afar vel á. En það ljóst að við þurfum að nota næsta ár mjög vel til þess að undirbúa okkur fyrir þessa breytingu. Og eitt af því sem að við getum gert einmitt að fara svipaðar leiðir og þarna er verið að leggja til, það er að segja lagskipta þjónustunni þannig að menn fái frekar lausnir eða svör í fyrstu snertingu og svona svipað og á heilsugæslustöðum. Maður fyrst fær viðtal við hjúkrunarfræðingi og ef maður síðan þarf frekari þjónustu þá kemst maður til læknis og ef hann getur ekki leyst málið þá á manni vísað til sérfræðings. Ég bind vonir við að við náum að tileinka okkur þetta verklag í okkar kerfi þannig að framlínan okkar verði styrkt og geti þá sinnt og leyst úr spurningum og málum sem upp kunna að koma. En það sem ég langaði líka að segja er að því að þarna eru tölur í fundargerð barnaverndarnefndar sem er á milli mánaða að lækka í fjölda mála og fjölda einstaklinga. Það er því miður ekki þannig þegar litið er á lengra tímabil en á síðustu 12 mánuðum, ef við förum bara 12 mánuði aftur í tíman, þá hefur barnaverndarmálum eða mál sem koma til meðferðar og skoðunar hjá barnavernd fjölgað 49% en á að það sem af er þessu ári 16% ef við berum saman árið 2020 við sama tímabil 2019. Þannig að þetta er mikil aukning og þetta er áskorun sem við þurfum að horfast í augu og taka á. Takk. Takk fyrir þetta, Kjartan. Það hafi ekki fleiri kvart sér ljós undir þessu lið. En eins og ég nefndi hér áðan, þá var hann bara hér til umræðin, ekki til sérstakrar afgreiðslu. Þannig að við vindum okkur í 8. lið sem er fundargerð íþrótta- og tómstarráðs frá 24. nóvember, orðalaust. Anna Sigríður Jóhannesdóttir, gerðu svo vel. Fundarstjóri, bæjarfulltrúar og gestir. Já, ég kem undir fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs, mál nr. 4. Íþrótta- og tómstundastyrki til lágtekjuheimila vegna COVID-19. Ég vil bara hvetja öll þau heimili sem að falla undir að vera lágtekjuheimili til að nýta þessi styrki fyrir íþróttir fyrir börn. Þetta er dágóður peningur svo að ég bara hvet alla til að kynna sér þetta og nýta sér þetta fyrir jólin. Annað sem að mér langar að nefna er mál nr. 9, framtíðarsýn Keflavíkur og aðkoma að hönnun nýs íþróttahúss við Afreksbraut. Þarna var bréf frá Keflavík þar sem að þeir eru bara aðeins að minna á sig og hvað varðar hugmyndir bæjarins að reist verði sameiginlegt fjölnota íþróttahúss við Afreksbraut. Þá óskar Keflavík eftir því að vera með þegar farið verður að hanna húsið og þarfagreina það. Og Keflavík vill líka minna á að búið var að samþykkja nýtt fimleikahús á sínum tíma sem ekki varð af og Íþróttaakademían kom þá inn í myndina sem er ekki hannað sem fimleikahús. Vantar nýtt sérhæft fimleikahús til að geta þjóna því sem fimleikadeildin er ætlað að þjóna. Ég spurðist fyrir þetta og það var víst árið 2007 sem að var, ég held, hönnun á nýju fimleikahúsi var eiginlega bara búin og eins og allir vita þá kom erfið ár eftir það og erfið tímar þannig að ákveðið var að fara með fimleikana úr B-sal af Sunnubrautinni og fara með þá inn í Íþróttaakademíuna sem að var húsnæði sem að var í rauninni eins og skóli fyrir HR þar sem íþróttafræðin var kennd í nokkur ár. En eins og allir vita þá hefur fimleikadeildin aldrei getað haldið fimleikamót og þetta er eitthvað því sem að íþróttafélög verða í rauninni að geta haldið mót til þess að geta haldið út góður rekstri á deildinni. Og ég er ekkert viss að körfuknattlandsdeildin eða knattspyrnudeildin væri búin að sætta sig við það að geta ekki haldið mót til fjölda ára.
Þannig að ég vil bara minna á það, eftir að hafa lesið þetta bréf, að þegar verður farið að hanna nýtt fjölnota hús við afreksbraut, þá muni allir bæjarbúar muna eftir að fimleikarnir þurfa á nýju húsi að halda en ekki frekar einhverju önnur íþróttagrein, allavega til að byrja með, því að líklega verður nýtt fjölnota íþróttahús jafnvel byggt í áföngum en ekki allt í einu. Þannig að lokum vil ég bara segja að bæjarstjórn Reykjanesbæjar má hafa fimleikadeildina í huga þegar verður farið að hanna og hefja byggingu á þessu nýja fjölnota íþróttahúsi. Takk. Takk fyrir þetta, Margrét Sanders. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Mig langar að nefna nokkur mál sem koma fram í þessari fundargerð og það fyrst að nefna bæði og það sem hefur komið fram, þessa íþrótt- og tómstundastyrki til lágtekjuheimila, þessar 45.000 krónur sem að ríkisstjórn Íslands hefur samþykkt að styrkja og ég vil fagna því að ég hef heyrt af því að þessu hefur verið komið á framfæri í skólunum og það vel. Og það þarf að ræða þetta mikið þannig að fólk átti sig á því að það hafi möguleika á að sækja þetta. Og síðan þessi styrkir sem að þegar hafa verið samþykktir af ríkisstjórninni til íþróttafélaga sem að við höfum auðvitað eftir að heyra hvernig þeim skipt, hvort þetta fari gegnum Íþróttasamband Íslands eða hvað, en einmitt gríðarlega mikilvægt og ég held að við þurfum öll að átta okkur á því að þetta verður næsta ár verður gríðarlega erfitt ár fyrir íþróttahreyfinguna. Það ef við bara horfum á Reykjanesbæ og horfum á stærstu félögin sem eru Keflavík og Njarðvík og þessi Þorrablót sem það hafa verið að halda, síðan hefur Karfan verið með svokallar samkaupsmót og svo framvegis, nettómót segi ég, og svo framvegis, að þetta eru gríðarlega mikla fjáraflunar leiðir félagana og við eigum eftir að sjá að þetta verði að veruleika á næsta ári. Þannig að það einmitt gott að nefna þetta og gott að ef að ríkisstjórnin að stíga inn og við eigum eftir að sjá hvernig það gengur. Það eitt sem að kemur fram þarna sem ánægjulegt að sjá að Íþrótt- og tómstundaráð í heild sinni sammála okkur, eða mér, að það og var einmitt rætt þegar kynnt var lýðheilsustefnan, að það verður að vera meiri tenging við íþróttastarfið og lýðheilsumálin í sveitarfélaginu, íþróttastarf hjá félögunum og íþróttastarf einstaklinga. Þetta allt lýðheilsumál eins og margt annað og það oft sem að menn að horfa á þessa sikkvot hlutin en þetta bæði lýðheilsumál og mörg önnur mál. Þannig að ég var mjög ánægð að sjá þessa bókun hjá Íþrótt- og tómstundaráði og menn virtust vera sammála því. En síðan varðandi afreksbrautina að þá ítrekaði það sem ég er búin að segja aftur og aftur og aftur. Það skiptir gríðarlega miklu máli að svona mikil ákvörðun fái góðan undirbúning og góða greiningar áður en farið af stað. Þannig að, og ég bara reikna með að það sé gert og trú ekki öðru en að það verði gert. Takk fyrir. Takk fyrir Margrét, Kjartan Már. Gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, takk fyrir. Mig langar bara að taka undir og árétta og biðja bæjarfulltrúa að leggja hönd og plóg í að koma þessum upplýsingum styrki til heimila sem eru undir ákveðnum viðmiðunarmörkum á framfæri. Við erum að reyna að dreifa þessu á heimasíðu sveitarfélagsins og Facebook síðunni. Þannig að þið gætu komið í lið með okkur að deila þessu af því að út af persónuverndarlögum og öðru þó að hægt væri að hafa samband við þessi heimili þá má það ekki. Þannig að við höfum svona pínulitlar áhyggjur af því að það kannski náist ekki til allra sem eiga rétt á því að sækja þetta. Þannig að hjálp komið í lið með okkur að dreifa þessum skilaboðum eins og
frekast hægt. Takk fyrir. Díana Hilmarsdóttir. Já, takk. Mér langar að koma upp undir lið 4 eins og Kjartan og Anna Sigríður og hvetja fólk til þess að kanna hvort það eigi rétt á þessum styrk. Það munar minna eins og Anna Sigríður sagði og það má finna linkinn undir fundargerð ráðsins á heimasíðu bæjarins undir fundargerðir. Og mér langar líka að koma á lið 2 sem er raf íþróttadeild Keflavíkur. Mér finnst þetta mjög áhugavert, það er mikill metnaður sem á sér stað. Deildin er að hefja störf og er staðsett í 88 húsinu. Og það er komin æfingatafla og ég vil bara hvetja þau ungmenni sem hafa áhuga að kynna sér starfsemi deildarinnar að gera það og það verður ofsalega gaman að fylgjast með þessari deild stækka og dafna. Takk. Takk fyrir. Það hafa ekki fleiri kvælt sér ljós undir þessum lið. Þeir sem samt geta fundargerð íþrótt- og tónlistarráðs og við biðjum að gefa merki. Hún er samþykkt 11-0 og þá ágættu bæjarfulltrúar komið að lið númer 9 sem er endurgreiðsluhlutfall vegna réttindasafns Eftirlaunasjóðs Reykjanesbæjar. Þetta mál var á dagskrá bæjarráðs á síðasta fundi og þar var samþykkt. Við erum búin að færa okkar eða Eftirlaunasjóð Reykjanesbæjar til Brúar lífeyrissjóðs og þar er hann vistaður en það er á valdi okkar að taka ákvörðun endurgreiðsluhlutfallið og ráðlegging tryggingastarfræðings er að það verði 70% eins og samþykkt var í bæjarráði og ég geri það að tillögu minni að við samþykkjum það að endurgreiðsluhlutfallið verði 70% eins og bæjarráðið hefur nú þegar samþykkt. En orðið er laust. Er einhver sem vill tjá sig þetta eða ég sé að það eru hendur á lofti, ég veit ekki hvort það er út af síðustu atkvæðagreiðslu. Gunnar Þórarinsson, ert þú að biðja orðið? Nei, en þeir sem samþykkt geta endurgreiðsluhlutfallið verði 70% eru beðin að gefa merki. Og það er samþykkt 11-0 og þá er það 10. liður á dagskrá sem er lýðheilsustefna og ég gef hér með formanni lýðheilsuráðs orðið Jóhanni Friðrik, gerðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, mér varð svo þegar það var komið að mér að ég slökkti óvart á kamerunni. Ég ætla að vona að það gefur nú vonandi ekki tilefni til þess að hafa miklar áhyggjur af því sem að snýr að lýðheilsustefnunni. En ég ætla að fylgja henni úr hlaði með smá greinargerð. Það er mér sönn ánægja að fylgja hér úr hlaði lýðheilsustefnu Reykjanesbæjar. Í erindisbréfi lýðheilsuráðs segir meðal annars: Lýðheilsuráð gerir tillögu til bæjarstjórnar stefnumörkun á sviði lýðheilsumála Reykjanesbæjar. Lýðheilsuráð skal tryggja að lýðheilsustefna fyrir Reykjanesbæ sé til staðar og henni framfylgt. Í samræmi við erindisbréfið leggur lýðheilsuráð nú fram lýðheilsustefnu til 1. umræðu í bæjarstjórn Reykjanesbæjar. Á öðrum fundi nýskipaðs lýðheilsuráðs á sínum tíma var ákveðið að ráðast í slíka stefnumótun og hafa það í samstarfi við íbúa og hagsmunaaðila. Á fundi lýðheilsuráðs þann 13. nóvember 2019 var svo ákvörðun tekin að lýðheilsufulltrúi myndi gera drög að lýðheilsustefnu sveitarfélagsins og hafa hana í samræmi við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og vinna einnig í samstarfi við sérfræðinga og hagsmunaaðila. Nú, sú vinna fór á stað í mars og var settur saman samráðshópur gerð lýðheilsustefnu og auglýst einnig eftir íbúum sem hefðu áhuga á því að taka þátt í þeirri vinnu. Í samráðshópnum sátu Kristján Freyr Geirsson fyrir hönd lögreglunnar,
Andrea Hauksdóttir, yfirhjúkrunarfræðingur fyrir hönd Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja, Guðrún Eyjólfsdóttir frá Félagi eldri borgara, Haraldur Axel Einarsson, grunnskólafulltrúi, Kristjana Hildur Gunnarsdóttir fyrir hönd framhaldsskólastigsins, Sigríður Erlingsdóttir, formaður Krabbameinsfélags Suðurnesja, auk Stefaníu Gunnarsdóttur og Hildar Björnsdóttur sem voru fulltrúar íbúa í nefndinni. Nú á fyrsta fundi samráðshóps lýðheilsustefnu stjórnvalda var kynnt áætlun og afsakið á fyrsta fundi var farið yfir lýðheilsustefnu stjórnvalda og kynntar áherslur ríkisins. Hópurinn hélt 4 fundi í kjölfarið undir stjórn lýðheilsufulltrúa og formann lýðheilsuráðs. Meðal gesta var Gígja Gunnarsdóttir, verkefnisstjóri heilsueflandi samfélags hjá embætti landlæknis. Samráðshópurinn skilaði tvígang svörum og spurningum með tengdu stefnunni og áherslum hópsins. Lýðheilsuráð vann svo áfram að mótun stefnunar sem síðan var send nefndum að ráðum bæjarfélagsins til umsagnar. Stuðst hefur verið við lýðheilsuvísa ásamt tölulegum gögnum íbúasamsetningu, áherslur heimsmarkmiða og samþykkti stefnu bæjarins við umrædda vinnu. Eins og áður sagði lýðheilsustefnan nú lögð fram til fyrstu umræðu í bæjarstjórn Reykjanesbæjar og ráðgert að hún verði samþykkt við aðra umræðu í seinni part desember. Nú, það skal helst nefna í þessari vinnu að það komi ákveðnar tillögur frá nefndum að ráðum bæjarins sem að lýðheilsuráð kemur nú til með að taka inn á sitt borð á milli umræðna. Og fagnaðar efni að sjá hversu virkir fulltrúar ráða og nefnda voru í það að gefa okkur sitt álit á stefnunni. Nú, það auðvitað ýmislegt sem að lýðheilsuráð gerir annað en að setja stefnu. Lýðheilsufulltrúi Guðrún Magnúsdóttir vinnur að mörgum öflugum verkefnum yfir árið og má þar meðal annars nefna Mottumars, bleikan október, forvarnavikun okkar sem hefur fessi í sessi og vinnur einnig að heilsueflingu innan skólakerfisins. Nú, ágætu bæjarfulltrúar, tilgangur lýðheilsustefnu Reykjanesbæjar að styðja við og stuðla að heilsueflandi og fjölskylduvænu samfélagi, þar sem umhverfi og aðstæður hvetja til heilbrigða lifnaðarhátta, bættrar heilsu og veljan allra íbúa. Reykjanesbæjar tekur með þessari stefnu og stofnun lýðheilsuráðs forystu í málaflokknum á sveitarstjórnarstiginu. Og það mín von að senn sjáum við öll önnur sveitarfélög á Íslandi fylgja í kjölfarið. Að lokum vil ég þakka þann stuðning sem bæjarstjórnin hefur sýnt málaflokknum og nota tækifæri til þess að þakka Guðrúnu Magnúsdóttur lýðheilsufulltrúa, samráðshópnum og lýðheilsuráði öllu fyrir vinnuna og ítreka að stefnan nú hér til fyrstu umræðu og allar athugasemdir vel þegnar. Takk. Takk fyrir þetta, Jóhann Friðrik. En orðið laust lýðheilsustefnuna. Margrét Sandnes, gerðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Ég vil taka undir það að það er gott að það er komið lýðheilsustefna eða drög að lýðheilsustefnu Reykjanesbæjar. Og þetta er fyrstu umræða, og þetta er metnaðarfull stefna. Nefndi áðan og tók undir mig í íþrótta- og tómstundaráði að það vantar meiri tengingu við íþróttirnar en þó má segja að þegar að í stefnunni tala aðgengi að heilsueflingu að þá talað hvatagreiðslur barna og ungmenna vegna íþrótta og tómstunda. Það sem vekur samt athygli þarna af því að það verið að tala grænsvæði og göngu- og hjólastíga að þá auðvitað ástæða til að nefna líka annars konar atriði eins og hvort sem þetta sundlaugar eða íþróttamannvirki almennt því að það aðgengi að heilsueflingu og við erum að tala lýðheilsustefnu til margra ára, ekki bara þó að við séum með áherslaatriði 2021 sem vel að þá í stefnunni að þá mikilvægt að það komi fram akkúrat þetta að aðgengi að heilsugæslunni miklu meira heldur en grænsvæði og göngu- og hjólastígar og það kannski það sem að maður hefur orðið var við varðandi umræðu lýðheilsumál. Við erum kannski allt of mikið að horfa til
almenningsíþrótta svokallara, en ef við horfum á almenningsíþrótti þá getum við líka að tala golfvellina sem að einhver hefur nefnt áður. Þannig að ég vil bara ítreka þetta, legg mikla áherslu á þetta en bara til hamingju með góð drög. Takk fyrir þetta, Margrét. Það hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs. Ég vænti þess að við munum þá koma ábendingum til fundarmanna í ráðinu sem að það hefur verið bent á ýmislegt, meðal annars nefndtaka íhlutun og annað fleira þess háttar sem að vert að taka til umræðu áður en að endanleg stefna lítur dagsins ljós. Og ég held að það sé gott að bara koma þessum ábendingum bæði til starfsmannsráðsins og eins nefndarmanna og við förum þá og þá legg ég til núna að við tökum seinni umræðu lýðheilsustefnu á næsta bæjarstjórnarfundi 15. desember. Þeir sem samþykkt geta það eru beðin að gefa merki. Og það samþykkt 11.0. Og þá erum við komin að gjaldskrá fyrir árið 2021 og það viðhaft nýmæli hér, þarna gjaldskráin sérstakur dagskrárliður en vanalega hefur hún verið tekin bara undir fjárhagsáætlun. En það þótti skýrara að gera þetta með þessum hætti svona til þess að geta glögg á sig enn frekar á gjaldskráni sem slíkri, láta hann ekki hverfa inn í fjárhagsáætluna og hægt að taka þá sérstaka umræðu gjaldskrána. En ég vil biðja bæjarstjóra að fylgja gjaldskráni úr hlaði. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér lögð fram til fyrir umræðu gjaldskrá Reykjanesbæjar árið 2021. Ég ætla nú ekki að rekja hvern einasta lið í gjaldskránni enda hún verið til kynningar og meðferðar í bæjarráði. Svo bæjarfulltrúar hafa haft tækifæri til að skoða en það eru svona heilt yfir þá þarna að ræða það bil 2,5% hækkun en það eru fjölmargir liðir sem að hækka ekki neitt og það eru líka mjög margir liðir sem að það eru einhverjir liðir sem að lækka og ef við bara aðeins hlaupum í gegnum svona helstu tölur þá erum við að tala að útsvarshlutfall verði áfram óbreytt 14,52 fasteignaskattur verður óbreyttur á íbúðarhúsnæði 0,32 opinberar byggingar 1,32 og fasteignaskattur á C-stofn atvinnuhúsnæðis verður lækkar úr 1,6% af fasteignamati í 1,52. Þetta svona kannski það helsta, síðan eru heilt yfir svona eins og ég segi 2-3% hækkun á liðum. Það eru þó undantekningar á því sem að mig langar að draga fram sérstaklega. Til dæmis síðdegis hressing fyrir þegar hún keypt staka daga á frístundaheimilum og hækkar hún úr 132 krónum í 150 sem gera 13,64% hækkun sem náttúrulega meira en 2,5%. Skólamáltíðir hækka úr 408 krónum máltíðin í áskrift í 435 eða 6,62% vegna hækkunar frá Byrgja en annars þetta heilt yfir svona milli 2 og 3%. Það þá rétt að vekja athygli á líka því sem að lækkar og þar til dæmis má ég sjá og það ég var búinn að freka augun í það og geyma það sérstaklega en
Ég finn það ekki akkurat í augnablikinu. Það var tími fyrir, það var gjald fyrir hópa sem koma í dúsafni, það lækkaði aðeins. En að langmestu leyti þetta hækkanir innan þeirra marka sem við erum að sjá til dæmis í verðlagsþróun og slíku. Þannig að ég held að þetta sé mjög hófstillt og fagna því meðal annars að við skulum vera að lækka fasteignaskatta á sérstofn á atvinnuhúsnæði. Þannig að ég hef ekki meira en þetta að segja í bili, forseti góður. Takk fyrir það, herra bæjarstjóri. Orðið laust. Það enginn sem kveður sér ljós gjaldskrána, en þá gerir forseti það tillögu sinni að gjaldskráin verði þá tekin til endanlegrar afgreiðslu á næsta fundi bæjarstjórnar þann 15. desember. Þeir sem samþykki geta það eru beðin að gefa merki. Og það samþykkt 11-0. Og þá ágætu bæjarfulltrúar komið að síðasta lið þessa fundar sem fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar og sameiginlega Reykjanesstofnana fyrir árið 2021 til 2024 og þetta fyrri umræða og ég bæjarstjóra að taka við. Gerðu svo vel. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Hér nú lögð fram til fyrri umræðu í bæjarstjórn Reykjanesbæjar fjárhagsáætlun fyrir komandi ár 2021 og 3 ára áætlun fyrir næstu 3 ár þar á eftir 2022 til 2024 eins og kveðið á í sveitarstjórnarlögum að gera skuli. Forseti, fyrirgefðu, ég ætla að kalla inn, ég gleymdi því, ég ætla að kalla inn fjármálastjórann inn á fundinn og deildarstjóra reikningshalds sem ætla að vera okkur innan handar á fundinum. Með leyfi forseta. Gerðu svo vel. Þau eru að koma hér inn. Hæ, Regína hér. Biðja þau að setja bara á mút, ekki óþokkir. En já, hér sem sagt nú lögð fram til fyrri umræðu í bæjarstjórn Reykjanesbæjar fjárhagsáætlun fyrir komandi ár 2021 og 3 ára áætlun fyrir næstu 3 ár þar á eftir 2022 til 2024 eins og kveðið á í sveitarstjórnarlögum að gera skuli. Samkvæmt þessum lögum hefði þessi umræða átt að fara fram fyrir 1. nóvember síðastliðinn en vegna mikillar óvissu í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveirunnar COVID-19 sem geisar enn var sveitarfélögum veitt heimild til þess að seinka framlagningu fjárhagsáætlunar til fyrri umræðu allt að 1 mánuð og nýtti Reykjanesbær eins og flest stærri sveitarfélög þá heimild. Því fyrri umræða fjárhagsáætlun heldur seinna á ferðinni nú en undanfarin ár og stefnt að síðar umræðu og í kjölfarið afgreiðslu á næsta bæjarstjórnarfundi þann 15. desember komandi. Áðurnefndur heimsfaraldur COVID-19 hefur haft margvísleg áhrif á heimsbyggðina. Hér í Reykjanesbæ birtingarmynd hans fyrst og fremst mesta atvinnuleysi sem nokkurn tíma hefur sést á Íslandi á einu svæði eða rúm 22% og fer vaxandi. Í kjölfarið fylgja þetta minnkandi tekjur heimila með aukinni þörf á fjárhagsaðstoð og margvíslegri þjónustu við alla aldurshópa og tilheyrandi auknum útgjöldum. Skatttekjur Reykjanesbæjar eru því að lækka og útgjöld að aukast. Við það bætist svo ákvörðun ríkisins og flestra sveitarfélaga að nýta slagkraft hins opinbera sem þessir aðilar mynda í sameiningu á erfiðum tímum til að mæta miklum samdrætti í atvinnulífinu með því að fara í auknar framkvæmdir, flýta margvíslegum verkefnum og fjölga þannig störfum. Þannig á efnahagslífið að virka þegar vel gengur á almennum markaði á hið opinbera, það ríki og sveitarfélög að halda sér höndum, en þegar kreppir að á almennum markaði á hið opinbera að stíga inn að krafti og leitast þannig við að jafna sveiflur. Aðstæður hér á Suðurnesjum eru all sérstakar. Keflavíkurflugvöllur beint eða óbeint uppspretta rúmlega 42% efnahagsumsvif á svæðinu
og hefur starfsemi millilandaflugs og ferðaþjónustu á okkar svæði vaxið gríðarlega á undanförnum árum með tilheyrandi fjölgun íbúa að stórum hluta erlendis frá. Þegar flugvöllurinn svo gott sem lokar, eins og raunin hefur verið stóran hluta þessa árs, hefur það margvísleg áhrif. Jafn mikilvægur og atvinnuskapandi og flugvöllurinn þegar vel gengur, hann nokkur erfiður þegar á móti blæs. Til þess að mæta þessari erfiðu og sérstöku stöðu nú unnið að því á fjölmörgum vígstöðum að fjölga störfum og dreifa áhættunni með því að laða hingað ný og spennandi fyrirtæki með margvíslega starfsemi. Einnig hið opinbera að skoða möguleika á að byggja upp innviði, flytja hingað störf og hvatt til sameiginlegs átaks í nýsköpun á svæðinu og aukinna menntunar. Ef þetta gengur allt eftir, mun vinnumarkaðurinn hér sem hefur þó tvöfaldast á síðustu 20 árum eða frá aldamótum, stækka enn frekar og þegar að flugsamgöngur og ferðaþjónusta ná sér aftur á strik á næstu misserum og árum viðbúið að flugvöllurinn muni aftur taka til sín stóran hluta núverandi vinnuafls á svæðinu. Ef önnur starfsemi einkafyrirtæki og hins opinbera dregst ekki saman á móti, muni kjölfarið þurfa að fjölga hér íbúum verulega og kannski tímabundið og kannski varanlega. Annars fyrirsjáanlegt að annað tveggja gerist. Fyrsta lagi að núverandi vinnuafl, bæði innlent og innflutt, sem hefur til þess menntun og reynslu, færist til þeirra fyrirtækja sem borga betur og í kjölfarið verður náttúruleg grisjun fyrirtækja á vinnumarkaði. Þá verður flugvöllurinn áfram hlutfallslega mjög stór. Númer 2, hinn möguleikinn að flutningur vinnuafls til Reykjanesbæjar og Suðurnesja, bæði innanlands og erlendis frá, eykst með tilheyrandi fólksfjölgun og hlutfallslegt vægi flugvallarins minnkar. Fjárhagsáætlunin sem nú lögð fram hefur verið í vinnslu í langan tíma. Stjórnendur og starfsmenn fjölbreyttrar starfsemi Reykjanesbæjar hafa þrátt fyrir mikla óvissu og krefjandi starfsumhverfi reynt að rýna í framtíðina og sjá fyrir hvað muni gerast. Bæjar á Reykjanesbæjar sem ber ábyrgð á gerð fjárhagsáætlunar hefur sömuleiðis setið fundi og kynningar á haustmánuðum með stjórnendum og formönnum nefnda og ráða og reynt að spá í spilin. Það hins vegar erfitt að segja til hvað muni gerast á næstu 12 mánuðum þegar við vitum varla hvað gerist á morgunni í næstu viku. Því viðbúið að svo áætlun sem hér lögð fram eigi eftir að taka breytingum og verða löguð að breyttum aðstæðum eftir því sem myndin skýrist. Heimild til slíkrar aðlögunar og breytinga meðal annars að finna í sveitarstjórnarlögum með svokölluðum viðaukum og hefur sú stefna verið tekin í þessari áætlunargerð sem byggir nú eins og undanfarin ár á fjárhagsrömmum að hafa þá frekar þrönga og áætla tekjur varlega en útgjöld frekar á hinn veginn. Það að segja ríflega. Sú aðferðafræði birtist hér í áætlun sem gerir ráð fyrir halla í A-hluta bæjarsjóðs upp á 2.400 milljónir en 1.900 milljónir í samstæðu A- og B-hluta. Ég velti því fyrir mér persónulega hvort svo aðferð sem viðhöfð hefur verið áratugaskeið við gerð fjárhagsáætlana sveitarfélaga, það að gera áætlun fyrir næsta ár og svo 3 ára áætlun þar á eftir, sé endilega sú sem skilar bestum árangri. Ferlið gríðarlega tímafrekt, hefst snemma að vori ár hvert og stendur fram í desember. Stjórnendur og starfsmenn verja miklum tíma í þessa vinnu, í mikilli óvissu allan tíman, í stað þess að nýta tíman til að þjónusta bæjarbúa. Laun meirihluti rekstrarútgjalda eða 55% í áætlun 2021 og sem dæmi má nefna að áhrif nýrra kjarasamninga kennara sem saman mynda stærsta einstaka hóp starfsmanna Reykjanesbæjar urðu ekki ljós fyrir nú í upphafi nóvembermánaðar. Það hefði því verið ómögulegt að leggja fram trúverðuga fjárhagsáætlun fyrir 1. nóvember eins og lög gera ráð fyrir og áður var getið. Því velti ég fyrir mér hvort rétt væri að leita annarra leiða við gerð fjárhagsáætlana. Til dæmis að skoða svokallaða rúllandi áætlun sem þá gerð fyrir 5 ársfjórðunga í senn og endurskoðuð ársfjórðungslega fram í tíman. Þannig væru við í lok 1. ársfjórðungs 2021 að endurskoða það sem eftir lifir ársins
en einnig að endurskoða fyrsta ársfjórðung 2022 og svo af kolli. Eins og ekki heimild til þessa í lögum, en ég hef óskað eftir því við Samband íslenskra sveitarfélaga að þetta mál verði skoðað og hugsanlega tekið upp í viðræðum við ríki og löggjafann. Einnig hef ég óskað eftir að Samband íslenskra sveitarfélaga skoði hvort ástæða sé til að jafna stöðu ríkis og sveitarfélaga hvað varðar gildi laga, en fjárlög ríkisins gilda ákvæði sem segja fjárlögin æðri öllum öðrum lögum. Það þýðir að þótt einstaklingar eða stofnanir eigi tilkall eða rétt til ákveðinna úrræða eða stuðnings samkvæmt lögum, sé ríkinu ekki skylt að uppfylla lögin eða verða við beiðnum ef ekki heimild fyrir því í fjárlögum. Staða fjárhagsáætlana sveitarfélaga eru önnur og veikari og erfiðar vik að neita eða hafna beiðni tiltekna þjónustu ef ekki gert ráð fyrir henni í fjárhagsáætlun sveitarfélags. Því getur svo staða komið upp að nauðsynlegt sé að mati íbúa eða tiltekinna stofnunar eða sviðs að bregðast skyndilega við stöðu sem upp komin og sannarlega lögboðið hlutverk sveitarfélags að sinna, en getur kostað til dæmis 20 milljóna króna á ári, að inna þjónustuna hendi strax þótt ekki sé gert ráð fyrir henni í fjárhagsáætlun ársins. Þá gerist eitt af eftirfarandi. Í fyrsta lagi að sveitarfélagi spari eða dragi saman seglin annars staðar í kerfinu. Í öðru lagi að sveitarfélagi auki tekjur sínar til að mæta óvæntum útgjöldum. Eða í þriðja lagi að afkoma ársins versni sem þessum skyndilega auknum útgjöldum nemur. Lög heimila hins vegar ríkinu að segja einfaldlega þetta ekki hægt þar sem ekki gert ráð fyrir þessi fjárlögum. Þessa dagana eru stjórnendur að fínstilla starfsáætlun næsta árs í trausti þessa fyrirliggjandi fjárhagsáætlun sem hér lögð fram til fyrri umræðu, gangi eftir og verði samþykkt. Auðvitað viðbúið á henni verði gerðar breytingar í meðförum bæjarstjórnar og hugsanlega með viðaukum á næsta ári eins og áður getið, en stóru línurnar ættu nú að liggja fyrir eftir gott samráð bæjarfulltrúa og stjórnenda síðustu vikur. Við höfum einnig sett af stað vinnu við mótum framtíðarsýnar stjórnenda Reykjanesbæjar næstu 5 árin og svo næstu 5 ár eftir það eða til 2030. Sú vinna mun standa yfir í vetur og fram á næsta vor, en þá gert ráð fyrir að hægt verði að leggja fram heildstæð fyrstu drög að framtíðarsýn stjórnenda ásamt yfirliti yfir nauðsynleg verkefni og áherslur til ársins 2030, að sjálfsögðu teknu tilliti til og með tengingu við megin áherslur gildandi stefnumörkunar Reykjanesbæjar til 2030 í krafti fjölbreytileikans ásamt tengingum við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Í þeirri vinnu verður einnig horft til þeirra fjölmörgu samstarfsverkefna sem Reykjanesbæjar nú þátttakandi í. Má þar nefna Suðurnesjavettvang í samvinnu við hin sveitarfélögin 3 á Suðurnesjum, Isavia og Katego, þar sem unnið að sameiginlegum verkefnum með tilliti til heimsmarkmiðanna, skipulag flugborgarinnar eða Aerotropolis í samvinnu við Suðurnesjabæ, Isavia og Dr. Max Hirsch, heilsueflandi samfélag í samvinnu allra sveitarfélagana og heilbrigðisstofnunar Suðurnesja, framtíðarsýn í sorpeyðingu ásamt Kölku, vísitölu félagslegra framfara sem líka nefnd framfaravísitala sveitarfélagana í samvinnu við Kópavog og Árborg og svo mætti áfram telja. Þá eru ótalin þau 14 verkefni sem komu út úr vinnu nefndar sem skipuð var í kjölfar þingsályktunar og skilaði skýrslu sem kölluð einu nafni Suðurnesjaskýrslan. Fyrir nokkrum vikum átti ég þess kost að hlýða á og taka þátt í samtali við Höllu Tómasdóttur, fyrrverandi forsetaframbjóðanda og ráðgjafa, en nú forstjóra samtaka fyrirtækja í Bandaríkjunum sem kalla sig B-Team eða B-Team. Í þessum hópi eru mörg af stærstu fyrirtækjum heims sem hafa skuldbundið sig til að vinna að meiri samfélagslegri ábyrgð á margvíslegan hátt. Má þar nefna aðgerðir í loftslagsmálum, meiri jöfnuð, auka traust á stjórnvöld og atvinnulíf og fleira í þeim dúr sem vert er að nefna. Í máli Höllu kom meðal annars fram að nú eru 5 kynslóðir á vinnumarkaði og mikill munur á þekkingu, viðhorfi og sýn á samfélagið og lífi sjálft á milli þeirrar elstu annars vegar og hinnar yngstu hins vegar. Bil sem mikilvægt var að reyna að brúa. Væntingar þeirra yngri til fyrirtækja og vinnuveitinda eru allt aðrar en hinnar eldri
og tenging þeirra við vinnuveitandann veikari en áður meðal annars vegna skorts og skilnings á æðri tilgangi starfseminnar. Ég held að í þessu geti falist mikil tækifæri fyrir Reykjanesbæ og stofnanir hans, það er að draga fram, setja í orð og gera ljósan æðri tilgang starfsemi hverjar einingar. Í máli Höllu Tómasdóttur kom einnig fram að andlegri heilsu ungs fólks virðist fara hrakandi og þau mál líklega til að vera næsta risa viðfangsefni samfélaga allan heim. Við þyrftum að horfa á lengri tímalínu en 3 til 5 ár í öllum þessum málum. Nær væri að horfa 10 til 25 ár fram í tíman þegar ákvarðanir væru teknar. Þá væri einnig mikilvægt að skrá og halda utan margvíslega mælikvarða aðra en fjárhagslega og væru hinir svokölluðu ESG mælikvarðar sem skammstöfun fyrir Environment, Sustainability og Governance gríðarlega mikilvægir, umhverfi, sjálfbærni og stjórnarhættir gríðarlega mikilvægir. Aðalmarkmið fyrirtækja ætti ekki lengur að vera að hámarka arð eiganda, heldur væri hlutverk þeirra og tilgangur mun breiðari fyrir samfélagið í heild og atvinnulífið þyrfti að sinna mun fleiri hagaðilum en eigendum. Þar var í samstarf á milli þjóða, landsvæða, sveitarfélaga, fyrirtækja og einstaklinga lykillinn og að blöndun fólks af mismunandi menningarheimum væri komin til að vera. Það þýddi ekki að stinga höfðinu í sandinn og afneita því. Þá nefndi Halla einmannaleikann sem mikilvægt viðfangsefni og að það vantaði meiri umhyggju og góðmennsku í forystu fólk víðsvegar. Og lokum lýsti hún þeirri skoðun sinni að það sem áður var kallað hægri eða vinstri í pólitík og stjórnmálum ætti varla lengur við. Nú væri réttar að tala að fara áfram eða aftur á bak. Gott dæmi að fara aftur á bak væri slagorð fráfarandi forseta Bandaríkjanna sem vildi hverfa aftur til fortíðar með þjóð sína frekar en fram á við. Þjóðin hefði síðan hafnað þeirri sín í nýafstöðnum forsetakosningum. En ef við lítum okkur næri tíma og rúmi gert ráð fyrir margvíslegum verkefnum, framkvæmdum og faglegum áherslum í þessari áætlun og hafa þær alla verið kynntar og ræddar á formlegum og óformlegum fundum og kynningum, meðal annars í bæjarráði. Finn ég ekki annað en að góð samstaða sé þær á meðal bæjarfulltrúa. Því ætla ég að leyfa mér að nefna nokkrar þær helstu hér á eftir til upprifjunar fyrir bæjarfulltrúa og til upplýsingar fyrir þá starfsmenn og íbúa sem hugsanlega eru að horfa á upptöku frá þessu bæjarstjórnarfundi. Ef við fyrst kíkjum á fræðslusvið. Áherslur á sviði menntamála á árinu 2021 verða þær að standa vörð gæði skóla, íþrótta og frístundastarfs þar sem komið til móts við fjölbreyttar þarfir barna og ungmenna og stuðla að jöfnum tækifærum, virkni og þátttöku allra í anda stefnu áherslunar börnin mikilvægust. Einnig verður áframhald á uppbyggingu skóla og íþróttamannvirkja þar sem stærsta verkefni án efa bygging annars áfanga stapaskóla. Leiðir sem verða farnar í átt að þessum markmiðum eru allir með forvarnaverkefnið, aukinn stuðningur í gegnum hvatagreiðslur, aukinn samþætting skóla, íþrótta og tómstundastarfs, heilsueflandi skólar og heilsueflandi samfélag, efling nýsköpunar og tækni og stuðningur við þátttöku nemenda í nýsköpunarkeppni grunnskólana. Og lokum stofnun landshlutатeymis aukið þverfagleg samvinna í þágu aukinna farsældar barna. Og skrifstofa stjórnsýslu mun í samræmi við heildarstefnumótun Reykjanesbæjar leggja áherslu á aukna rafræna stjórnsýslu en sérstök deild, þjónusta og þróun var sett á laggirnar 1. janúar 2020. Áfram verður unnið að því að bæta upplifun notenda og þjónustu Reykjanesbæjar og tengja saman hagsmuni íbúa og margvíslega möguleika í tækninýjungum í rafrænni stjórnsýslu. Þannig verður til að mynda reynt að fjölga leiðum til sjálfvirknivæðingar í starfsaðferðum og jafnframt í sjálfsafgreiðslu notenda þjónustunnar. Þá er það umhverfissvið. Umhverfissvið mun á næsta ári leggja áherslu á aukna umhirðu á opnum svæðum og umferðaröryggi með áherslu á gönguleiðir barna til og frá skóla. Einnig verður áfram unnið í endurnýjun og LED-væðingu gatnalýsingar og stutt við orkuskipti í samgöngum. Þá mun ný umhverfis- og loftslagsstefna líta dagsins ljós sem setur okkur ný markmið sjálfbæra þróun og innleiðingu hringrásarhagkerfisins.
Áfram verður unnið að áfanga 2 í Stapaskóla, nýjum gervigrasvelli, heilsustígum, nýrri fráveitustöð, nýju hjúkrunarheimili og hafin gatnagerð í Dalshverfi 3. Velferðarsviði á næsta ári mun velferðarsvið halda áfram innleiðingu barnvæns sveitarfélags og mælavogar farsældar barna sem tekur 2 ár. Þá verður haldið áfram með innleiðingu og endurskipulagningu þjónustu til að innleiða farsældarþjónustu barna sem áætlað að taki allt 4 ár. Önnur stór verkefni á komandi ári eru efling framlínu þjónustu og aðgengi að upplýsingagjöf með stafrænni þjónustu og framlínu ráðgjöf. Helstu áhersluverkefni Súlunar verkefnastofu á komandi ári eru undirbúningur á mótun atvinnu og markaðsstefnu en einnig vinna að framtíðarsýn fyrir menningarhúsin. Lögð verður áhersla á áfangastaðinn Reykjanesbæ og mótuð aðgerðaráætlun sem endurspegla bæinn sem spennandi og eftirsóknarverðan stað til að heimsækja, búa, starfa í og reka fyrirtæki. Rafræn þjónusta verður aðgengilegri og huga verður að aukinni þjónustu í fjölbreyttu samfélagi. Áfram verður haft að leiðarljósi að efla starf menningarstofnana og styrkja menningarstarf bæjarins með fjölbreyttum viðburðum. Hjá fjármálaskrifstofu í skoðun að efla hag- og innkaupadeild með nýju stöðugildi rekstrarfulltrúa sem sinnir eftirliti, greinir fjárhag og fjárheimildir, aðstoðar við að sækja styrki og vakta það sem hið opinbera að bjóða. Þörfin liggur einnig helst á fræðsluskrifstofu og velferðarsviði og mun leiða til sparnaðar þegar til lengri tíma litið. Hag- og innkaupadeild mun áfram leita nýrra leiða til hagkvæmustu innkaupa fyrir sveitarfélagið og eru samningar og ný tækifæri í innkaupum í sífelldri endurskoðun. Reykjaneshöfn mun leggja áherslu á sínar tekjustoðir, þjónustu við fiskiskip, fraktskip og lóðaleigu. Auk núverandi tekjustoða verður áfram unnið að því að markaðssetja Keflavíkurhöfn sem ákjósanlega viðkomustað fyrir smærri skemmtiferðaskip og í útgjöldum verður aðhald haft að leiðarljósi eins og hægt en nauðsynlegu viðhaldi sinnt. Þá verður áfram unnið að nýrri framtíðarsýn fyrir komandi ár. Einnig standa vonir til að fara í uppbyggingu hafnarmannvirkja og dýpkun í Njarðvíkurhöfn, meðal annars til að skapa aðstæður fyrir fyrirhugaða stækkun skipasmíðastöðvar Njarðvíkur. Þegar ég hef lokið yfirferð helstu áherslna einstakra sviða og deilda á næsta ári, rétt að renna aðeins yfir fjárhagsáætlunina sjálfa. Með áætluninni fylgir samantekt á forsendum og markmiðum fjárhagsáætlunarinnar ásamt sundurliðun einstakra liða á málaflokka. Mun ég nú fara yfir þessi skjöl lauslega hér á eftir og ég ætla ekki að deila skjánum mínum með ykkur ágætu bæjarfulltrúar og þið eru með þessi gögn öll og ég ætla fyrst að fara hérna yfir skjalið sem heitir Forsendur og markmið fjárhagsáætlun 2021 til og með 2024 en þar við höfum haft þann háttin á undanfarin ár að skrifa og taka saman skjal sem að samanstendur annars vegar af staðbundnum upplýsingum á svæðinu en einnig svona almennar hagspár sem að okkur eru sendar meðal annars frá sambandi íslenska sveitarfélaga. Og hér setjum við fram markmið, fjárhagsleg markmið og svo munu markmiðum þjónustu birtast í starfsáætlunum einstakra sviða, markmiðum jafnvægi rekstri, A-hluta og samstöða A- og B-hluta en þessar reglur, bæði jafnvægisregluna og skuldaregluna búið að afnema núna tímabundið í lögum vegna áðurnefnds heimsfaraldurs en engu að síður þurfum við að hafa þessi markmið í huga. Það eru markmið tengt greiðsluhæfi A-hluta, það eru markmið varðandi fjárhagslegt gagnsæi og svo það framsetning áætlunarinnar en eins og hér kom fram áðan þá að ræða svokallaða rammaáætlun sem að samanstendur einnig af rekstrar- og efnahagsreikningi fyrir A-hluta og samstæðureikninga á B-hluta og svo förum við stuttlega hér á eftir yfir helstu fyrirtæki í B-hlutanum. Nú rekstur málaflokka tilgreindur
og prósentuskipting þar og á mynd sem að fylgir þar á blaðsíðu 4 má sjá að langstærsti hlutin eða 52% af útgjöldum næsta árs eru áætluð til fræðslu og uppeldismála. Næsti flokkur er velferðarþjónustan og þriðji stærsti flokkurinn er æskulýðs- og íþróttamál, 7%. Velferðarþjónusta fær 14% og æskulýðs- og íþróttamál 7% og síðan fá aðrir málaflokkar minna. Og forsendur fjárhagsáætlunarinnar er eins og ég sagði, það er bæði þjóðhagsspá úr minnisblaði sambandsins en einnig svona staðbundnar forsendur sem við gefum okkur og gerum grein fyrir í þessu skjali og ég ætla ekki að fara yfir hér í neinum smáatriðum og ekki stórum atriðum heldur, ég ætla bara að hlaupa yfir það. Það sem að ég kem hér næst á blaðsíðu 11 af 18 íbúafjölgun og þá gerum við ráð fyrir að íbúum haldi áfram að fjölga lítillega eða rétt 2% í sveitarfélaginu á næstu árum til 2024 sem að hefur hvort tveggja senn með sér væntanlegan tekjuauka á útsvari en einnig aukinn kostnað eins og við þekkjum. Nú þróun launakostnaðar er gerð grein fyrir áætlaðri þróun launakostnaðar í þessu skjali og bæði í tölum og stöðugildum og það er gerð grein fyrir öðrum rekstrarakostnaði og þannig að við erum búin að taka hér saman held ég nokkuð gott skjal einnig fjárfestingaráætlun og síðast en ekki síst nokkur orð B-hlutastofnanir sem eru Reykjaneshöfn, HS Veitur, Fráveita Reykjanesbæjar og aðrar B-hlutastofnanir sem eru þá ennþá eignarhaldsfélagi Fasteign, Íslendingur EHF, Hjúkrunarheimili Nesvelli sem er rekið ennþá sem B-hlutastofnun hjá okkur, Framkvæmdasjóður aldraðra, Hljómahöll Veitingar og svo Fasteignafélagi Tjarnargata 12. Og þá, virðulegur forseti, er bara að lokum ætla ég að fara stuttlega hérna yfir lykiltölur í áætluninni sjálfri, fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar 2021 til og með 2024 sem er hér til fyrri umræðu og skipta þá yfir í það skjal. Það byrjar á samanteknum forsendum sem eru hér í tölum og eins og þið sjáuð þar að þá er fyrst fjallað íbúafjölgun en við áætlum að íbúum fjölgi eins og ég sagði áðan 2% á ári. Við gerum ráð fyrir að atvinnuleysi fari lækkandi en verði 10% árið 2022, 2023 og 2024. Varðandi fasteignaskatt þá erum við að gera ráð fyrir að eins og ég kom áðan inn á í gjaldskráni að A-flokkur íbúðarhúsnæðis verði 0,32% af fasteignamati, að B-flokkur opinbers húsnæðis verði 1,32% af fasteignamati en C-flokkur atvinnuhúsnæðis lækki úr 1,6% í 1,52% á næsta ári og síðan haldist þessi hlutföll óbreytt í 3 ára áætlun 22, 23 og 24. Síðan er gerð hér aðeins stuttlega grein fyrir áætlaðri þróun launavísitölu og neysluvísitölu, framlög úr jöfnunarsjóði. Það er svona við reynum að spá aðeins í það og laun og launatengd gjöld í samræmi við gildandi samninga. Það er bara eins og við erum að búast, við höfum lítið það að segja að öðru leyti og að stöðugildið þeim fjölgi ekki nema vegna til dæmis viðbóta við Stapaskóla þessu ári og svo ef að þarf að fjölga stöðugildið vegna íbúafjölgunar en til þess að hagræðingin við að fjölga íbúum nái fram að ganga þá munum við reyna að halda í horfinu eins og við frekar skjötum í því. Nú svo er hér rétt bara á næstu síðu verið að tala tilfærslu sala og tilfærslu fastafjármuna. Bæjarfulltrúar eru upplýstir það að við höfum verið í viðræðum allt þetta ár mögulega sölu á víkingaheimum sem eru Íslendingur og útlendingur og vonandi skýrist það núna fyrir áramót. Við erum líka að stefna skuldbreytingum á
lánum sem að stofnað var til vegna eignarhaldsfélagsins fasteignar og viljum endurfjármagna þau. Það eru 8,3 milljarðar og eru núna til meðferðar í bæjarráði að næstunni möguleg fjárfesting í hlutabréfum í Keili, miðstöð vísinda og fræða og atvinnulífs sem að við gerum grein fyrir hér í þessu forsenduskjali líka. Og þá er gerð grein fyrir grunnfjárfestingu eignasjóðs sem var 700 milljónir á þessu ári, lækkar í 450 milljónir á næsta ári, en fer síðan aftur í 700 milljónir 22, 3 og 4 og við erum að gera ráð fyrir öðrum áfanga Stapaskóla á 3 ára tímabili 21, 2 og 3, 650 milljónir, 850 milljónir og 450 milljónir og síðasta árun í þessar áætlun förum við í 3. áfanga Stapaskóla og ráðgerum að setja 650 milljónir í þá framkvæmd. Nú Reykjaneshöfn, eins og framkom á fundunum áðan, og þá erum við að reikna með því og styðja við áætlanir skipasmíðastöðvar Njarðvíkur og erum að gera hér ráð fyrir að setja 189 milljónir króna í það verkefni á næsta ári og 177 milljónir á næsta ári þar á eftir, það er að segja 2022, en að öðru leyti eru fjárfestingar í Reykjaneshöfn, við reynum að halda þeim í lágmarki bara til þess að sinna bráðnauðsynlegu viðhaldi. Nú fráveita, við erum að horfa til þess að fara í nýja fráveitustöð og áætlum að skipta kostnaði vegna hennar sem áætlaður 1100 milljónir í tvennt, að fara í 550 milljónir árið 2021 og 550 milljónir 2022 en annars verði grunnfjárfesting í fráveitinu 150 milljónir. Og síðast en ekki síst í þessum lið rétt að gera grein fyrir fyrirhuguðu framlagi til okkar hluta í nýju og væntanlegu hjúkrunarheimili upp á 300 milljónir á næstu 3 árum. Það er að segja 100 milljónir á ári í 3 ár samtals 300 milljónir. Nú öðru leyti þá erum við bara að gera ráð fyrir afborgunum langtímaskulda og skuldbindinga í samræmi við gildandi lánasamninga og leigusamninga. Við erum enn að borga leigu þó að við séum að taka eignarhaldsfélagi fasteign og endurskipuleggja það, þá erum við áfram að greiða leigu fyrir nokkrar eignir, meðal annars Reykjaneshöll fyrirgefið og einhver önnur hús sem við erum að nýta. Og ég alveg að vera búinn, virðulegur forseti. Hér komið að samanteknum rekstrarreikningi fyrir A og B hluta. Ég ætla bara rétt að hlaupa yfir lykiltölur í áætluninni næsta árs. Ég geri ráð fyrir að þessar tölur muni breytast, þannig að ég ætla ekki að vera að lúslesa þær allar, af því að ég veit til þess að það er til líklegt að þær muni breytast á milli umræðna, en við erum að gera ráð fyrir að tekjusamstæðunar verði 24 milljarðar á næsta ári og útgjöld, rekstrargjöld, laun og launatengd gjöld, lífeyrisskuldbinding og annað rekstrarkostnaður 21,4 milljarðar sem þýðir að rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir verður réttæpir 2,5 milljarður en að teknu tilliti til fjármagnsliða og fjármunatekna og fjármagnsgjalda að þá verði samstæða rekin með rétt 1900 milljón króna halla og ef við förum í rekstrarreikning A-hluta sem á blaðsíðu 9 minnir mig. Já, það á blaðsíðu 9. Sveitarsjóður A-hluti. Þar erum við að gera ráð fyrir að tekjur verði rétt tæpi 16 milljarðar á næsta ári. Rekstrargjöld 16,8, rétt tæpi 16,9 milljarðar. Þannig að rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir verði 861 milljón í mínus en heildarniðurstaða teknu tilliti til fjármunatekna og fjármagnsgjalda að þá verði A-hluti bæjarsjóðs rekinn með 2,4 milljarðar króna halla á næsta ári en við gerum ráð fyrir síðan að á árinu 2022 verði þessi halli minni eða 1300 milljónir
og 2023 225 milljónir í mínus, en árinu 2024 verði Reykjanesbær komin rétt með við núllið sem nemur 1 milljarði króna. Og virðulegur forseti, ég held að þetta sé nú bara það sem ég vildi segja við ykkur í stuttu máli. Hef lokið máli mínu, en við erum hér eins og ég sagði áðan, ég og fjármálastjórinn og Regína og deildarstjóri Reikningshalds og Þorgeir tilbúin að svara spurningum, og svo legg ég til að þessari áætlun verði vísað í bæjarráð til meðferðar núna næstu 2 vikurnar og komið svo aftur í endanlegri mynd og til síðar umræðu afgreiðslu á bæjarstjórnarfundi þann 15. desember næstkomandi. Ég hef lokið máli mínu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Þetta yfirgripsmikla yfirlit yfir bæði nútíð og framtíð og tækifæri og áskoranir. Það er ýmislegt sem að gerast og margt sem við getum gert og spennandi að takast á við þetta. En Margrét Þórarinsdóttir hefur beðið orðið. Gerðu svo vel, Margrét. Virðulegur forseti og aðrir viðstaddir, ég vil þakka bæjarstjóra fyrir frábæra framsögu, en ég ætla að koma hérna aðeins að forsendum fjárhagsáætlunarinnar. Ég tel að forsendur fjárhagsáætlunar Reykjanesbæjar eru byggðar á forsendur nú fór ég hérna, er það verða batteríslaus. Forsendur fjárhagsáætlunar Reykjanesbæjar eru byggðar á þjóðhagsspá Hagstofunnar frá því í júní, eins og fram kemur á blaðsíðu 5 í forsendur og markmið fjárhagsáætlunar Reykjanesbæjar. Efnahagshorfur frá þeim tíma hafa versnað og birti Hagstofan nýja spá þann 5. október síðastliðinn. Mikilvægt er að fjárhagsáætlunin taki mið af nýjustu spám hagvöxt og atvinnuleysi. Það gerir hún ekki. Nauðsynlegt er því að uppfæra fjárhagsáætlunina miðað við réttar forsendur, auk þess mikilvægt að horfa til spár Seðlabankans sem kom út þann 1. nóvember síðastliðinn, en sú spá er dekkri en spá Hagstofunnar. Árið 2021 gerir Hagstofan ráð fyrir 3,9% hagvexti, en Seðlabankinn gerir ráð fyrir 2,3% hagvexti. Hvað atvinnuleysi varðar þá gerir Hagstofan ráð fyrir því að það verði 6,8% atvinnuleysi á landsvísu, en Seðlabankinn gerir ráð fyrir 8,3%. Eins og við öll vitum þá hér í Reykjanesbæ atvinnuleysi mun hærra og er það því mikið áhyggjuefni. Meirihlutinn í Reykjanesbæ getur ekki sett fram þessa fjárhagsáætlun, ég tel það allavega svo ekki vera, sem byggðir á röngum forsendum hagvöxt og atvinnuleysi. Það gefur ekki rétta mynd að áætluðum tekjum og gjöldum sveitarfélagsins. Það er mikilvægt að fá í þeirri vinnu sem framundan sviðsmyndagreiningar með tilliti til hagvaxtar og atvinnuleysis, verði horfurnar dekkri en gert er ráð fyrir. Það er nauðsynlegt að hagræða í rekstri bæjarins vegna mikil samdráttar í tekjum og aukinna útgjalda sem einkum eru rakin til veirufaraldursins. Ég legg því til að hagrætt verði í stjórnsýslunni sem hefur blásið út í tíð þessa meirihluta. Ég geri því það að tillögu minni 10% hagræðingu verði í stjórnsýslu bæjarins að velferðarsviði undanskildu. Ég óska þetta verði bókað. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Margrét. Orðið laust. Krakkar, ég þarf hleðslutæki mitt núna! Takk fyrir, Margrét. Við getum ekki orðið við því, en þú talar þá við einhver aðra það. Jóhann Friðrik, gerðu svo vel. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Mér fannst bæjarfulltrúi Margrét Þórarinsdóttir leggja fram ansið svona afdráttarlausa tillögu hérna við fyrstu umræðu fjárhagsáætlunar. 10% niðurskurð. Ég held að það hljóti að liggja fyrir að það eru auðvitað mismunandi sýn fólks í neyð þegar horft er til fjárhagsáætlana. Við auðvitað blasir fordæmlaus staða eins og er búið að glymja í eyrunum á okkur núna í hartnær ár. Það er engin munur á kórónuveirufaraldri eða öðrum náttúruhamförum eins og eldgosi eða jarðskjálftum, og afstaða ríkisstjórnarinnar hefur verið sú að allir þurfa að gera sitt. Ég held að sé ekki tímabært á þessum tímapunkti að fara í niðurskurð. Ég held að
það liggi fyrir að slíkur niðurskurður myndi verða samfélaginu afskaplega þungbær til lengri tíma litið. Eflaust má horfa í einhverjar slíkar tillögur en 10% niðurskurður á þessum tímapunkti held ég að yrði algjört glapræði. Það liggur alveg fyrir að ríki og sveitarfélög eru í þessari stöðu. Það samfélagsnet sem að verður að virka þegar náttúruhamfarir er að ræða. Reykjanesbær eru auðvitað að skila verulegum halla og það er út af fyrir sig sorglegt í ljósi þess hversu staða sveitarfélagsins var orðin góð. En við erum ekki að pakka í vörn og eins og bæjarstjórinn nefndi áðan, þá skiptir mjög miklu máli fyrir okkur að hafa góða yfirsýn yfir hvað við setjum fjármagnið í samt sem áður. Við ætlum að komast í gegnum COVID-storminn. Við ætlum að hugsa vel hvað við setjum fjármagnið í. Við verðum að horfa á heildarmyndina í þessu tilliti og því held ég að þessi tillaga sé þessum tímapunkti mjög vanhugsuð. 10% niðurskurður hjá öllum nema þeim sem að nýta félagsþjónustuna okkar myndi þýða uppsagnir, myndi þýða lokun á íþróttaaðstöðu, myndi eflaust þýða það að þjónusta sveitarfélagsins myndi skerðast verulega og á hverjum bitnar það? Það bitnar á bæjarbúum á þessum tímapunkti sem aftur myndi gera það að verkum að viðspyrnan yrði erfiðari út úr kófinu. Það er annað sem að minnst var á í þessari bókun og það er þessi hugmynda sviðsmyndagreiningu. Ég held að við sjáum öll að sviðsmyndindar hafa breyst frá mánuði til mánaðar og frá viku til viku. Og auðvitað reynir maður að vera bjartsýnn í ljósi aðstæðna og horfa til þess að bóluefni muni skila góðum árangri á árinu 2021 og við getum komist hratt upp úr efnahagslægðinni og borgað skuldir okkar í kjölfarið. Þetta eru erfiðar ákvarðanir og ég skal svo með sanni segja að þetta er íþyngjandi fyrir kjörna fulltrúa. Og það er alltaf íþyngjandi að þurfa að taka erfiðar ákvarðanir. Í þessu tilliti þá held ég allir sjá að okkur er ekki annað búið heldur en að halda ótröð áfram en fjárfesta til framtíðar, horfa áfram á það hvað við getum gert betur fyrir bæjarbúa og huga þeirra heilsu og þjónustu og sveitarfélagið sem langstærsti atvinnurekandi svæðisins nú stundir. Þegar ekki nýtur flugstöðvar Leifs Eiríkssonar við, verður að axla ábyrgð sína í ljósi aðstæðna. Það er erfitt, en okkur er nauðugur einn kostur að gera það. Það er margt í þessari fjárhagsáætlun sem eflaust á eftir að breytast, en þarna eru mál sem að bæjarstjórn hefur sameinast að halda áfram með, uppbygging sem mun skila okkur arði til framtíðar og ég bara vona það að okkur árnist vel í því að halda áfram í þessari vinnu á milli umræðina og við getum skilað eins góður í fjárhagsáætlun eins og hægt er í ljósi aðstæðna til seinni umræðu í lok desember. Takk. Takk fyrir þetta, Jóhann. Margrét Sandís gerði svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Það er athyglisverð tillaga sem Margrét Þórarinsdóttir, fulltrúi Miðflokksins, leggur fram og er sjálfsagt að skoða, kannski ekki þessa prósentu, en við eigum alltaf að skoða, er hægt að gera betur. Og við erum núna að fara að vísa þessari fjárhagsáætlun til annarra umræðu og þá eftir að vinna mikið vonandi í henni. Og þá held ég að það sé langbest, í staðinn fyrir að kasta þess út á borðinu, að
þessari hugmynd, í hvernig mynd sem hún sé vísa þá til bæjarráðs til frekari útlistingar. Og það kannski dálítið mikið og bratt 10%, ég veit það ekki, en við skulum samt athuga það að Suðurnesin og Reykjanesbær sérstaklega með hæstu atvinnuleysisprósentuna, að auðvitað hefur það áhrif á tekjur. Þegar herinn fór, þrátt fyrir að það hafi verið 2006, þá á eftir kom fjármálahrunið og við vorum lengi að koma okkur út úr því. Núna að þá verður fall Vá þessu svæði ömurlegt atvinnulega séð og hafði mikil áhrif, enda mikið af íbúum Suðurnesja og sérstaklega Reykjanesbæjar unnu þar, og svo bætist við COVID sem vonandi á eftir að snúast við. En þegar maður einmitt í þessari stöðu að maður nær ekki endum saman, að hvað gerir maður? Og ég lýsi alltaf yfir, hvort sem ég hef verið að reka fyrirtæki eða á heimilinu eða hvar sem og mér finnst það eigi að vera við hjá sveitarfélaginu, að maður eyðir ekki meiri pening eins og hvort sem það eru gjafir eða eitthvað annað ef að maður með mínus sem niðurstöðutölu. Þannig að kannski einhverju brauðmúlar þarna og sjálfsagt að skoða það bara saman, og þess vegna ítrekaði það að í stað þess að henda þessu strax að borðinu, hvort sem 10% eða eitthvað annað, þá finnst mér eðlilegt að við skoðum það, einhvers sem getur skorið niður, og ég held að við séum öll sammála því að það má ekki koma niður á atvinnuuppbyggingu og aldrei þannig. Og í tillögunni nefndu sérstaklega velferðarsviðið að sjálfsögðu hægt að skoða alls staðar, en ég get ekki séð að við gætum skorið niður á velferðarsviði, en við þurfum að skoða alla leiðir. Takk fyrir, Margrét. Mér langar að fá að koma hérna inn í umræðinu á þessum tímapunkti og benda á það að við erum að ræða fjárhagsáætlun á milli funda, og þessar hugmyndir sem þið hér hafa verið nefndar, þær geta sjálfsögðu verið til umræðu á bæjarráðsfundunum bæði á fimmtudaginn og eftir viku. Þannig að það enginn að skjóta eitthvað út af borðinu þó að sé ekki farið í sérstaklega atkvæðagreiðslu hér, enda erum við að ræða fjárhagsáætlun á þessum fundi í dag og við munum svo aftur ræðana á næsta fundi sem að verður 15. desember með þeim breytingu sem munu berast á þeim 2 bæjarráðsfundum sem eiga eftir að eiga sér stað á milli funda. Þannig að við getum að sjálfsögðu komið öllum ábendingum á framfæri. Ég reyndar hissa á því að ég sé að heyra þessar hugmyndir Margrétar Þórarinsdóttur á þessum tímapunkti vegna þess að hún búin að sitja inn í bæjarfulltrúi Margrét búin að sitja með okkur á bæjarráðsfundunum núna allan þann tíma sem búið að vera að vinna þessa fjárhagsáætlun. Og ég hef aldrei heyrt hennar niðurskur áður. Og ég tel bara í ljósi þess eðlilegt að leggja hér fram bókun fyrir hönd meirihlutans, sem svohljóðandi. Sú fjárhagsáætlun sem nú verið að leggja fram til fyrri umræðu sýnir glögglega hversu mikil og neikvæð áhrif kórónuveirufaraldurinn að hafa á afkomu Reykjanesbæjar. Fyrir ári síðan var lögð fram áætlun fyrir árið 2021 sem gerði ráð fyrir að tekjur sveitasjóðs yrðu 17,7 milljarðar, en nú verið að gera ráð fyrir 16 milljarða tekjum. Þetta lækkun upp á 1,7 milljarð króna sem minnkar verulega það svigrúm sem sveitafélagið hefur til þess að sinna skyldum sínum og bregðast við þeim áskorunum sem það stendur frammi fyrir. Þá hafa rekstrarútgjöld frá fyrri áætlun aukist 1,2 milljarða sem gerir það að verkum að rekstrarniðurstaða A-hluta verður neikvæð sem nemur 2,4 milljörðum en áður hafði verið gert ráð fyrir að afkoman yrði jákvæð 829 milljónir. Gert ráð fyrir að halli samstæðu, það A- og B-hluta, verði 1888 milljónir
en áður hafði verið gert ráð fyrir jákvæðri afkomu upp á 1578 milljónir. Þetta er mikil breyting sem þarna er að eiga sér stað og hægt að bregðast við með ýmsum hætti. Við sem sitjum í meirihluta Reykjanesbæjar teljum eðlilegt að hvorki sé dregið úr þjónustu né fjárfestingum við þessar aðstæður. Slíkt myndi bara auka á vandann sem þó er ærinn fyrir. Mestu máli skiptir að haldi sér þétt utan þá sem þurfa á þjónustu opinberra aðila að halda. Það er sameiginlegt verkefni ríkis og sveitarfélaga að sjá til þess. Hins vegar vekja fregnir af væntanlegum bóluefnum vonir að fyrr en varir verði séð fyrir endan á þessu ástandi og hægt verði að lifa eðlilegu lífi á nýjan leik. Við munum þá geta komist fljótt og vel út úr þessum aðstæðum og lagt fram jákvæðari áætlanir en nú er verið að gera. Þannig hljóðar það. Guðný Birna Guðmundsdóttir, gerðu svo vel. Já, takk herra forseti og kæri bæjarfulltrúar. Ég vil bara taka fram mikilvægi þess sem að Kjartan Már bæjarstjóri kom inn á áðan að í svona aðstæðum í okkar samfélagi þá er það hlutverk ríkis og sveitarfélaga að leggja í til aðstoða, ekki draga úr. Á meðan einkafyrirtæki liggja niðri eða eiga bágt þá er það okkar hlutverk að koma inn og stíga inn með framkvæmdir eins og við höfum verið að gera. Ég vil líka minna á það að þótt við séum að bæta í flest svið milli ára og sem verulega, þá erum við að sjá líka mjög dýra kjarasamninga sem við erum að verða við og 10% skerðing á öllum sviðum þýðir að við þurfum að fara að reka fólk. Og í svona heimsfaraldri þar sem allt er á hliðinni, þá er þetta ekki vænlegt til árangurs, en ég skil pælingarnar með sparnað og opinberu fé. Fjárhagsáætlunin hún hefur litið betur út, en þetta er í takt við það sem við erum að sjá í öðrum sveitarfélögum og í takt við það sem er að gerast í heiminum í kringum okkur. Og við tökum bara á okkur það högg tímabundið og við njótum þess gæfu bæjarstjórn Reykjanesbæjar og Reykjanesbæjar yfir höfuð að hafa haldið vel á fjármunum undanfarin ár. Við höfum haldið okkur höndunum og frekar safna peningum ef að eitthvað kæmi upp á, þannig að við höfum verið mjög heppin með það. Þannig að ég vil bara koma því sterkt að við höfum hlutverk að gegna hérna og íbúarnir okkar eigum sárt að binda og þetta er ekki tímabilið að fara í svona rosalega mikinn úrdrátt úr því sem við erum að gera. Það er mín skoðun. Takk. Takk fyrir Guðný. Mér sýnist nú ekki fleiri hafa óskað eftir að taka til máls, en ég bara vil bara ítreka það að við höfum tækifæri næstu 2 fimmtudaga til þess að hafa áhrif á þessa fjárhagsáætlun og við munum þá taka hana til endanlegrar afgreiðslu á fundinum 15. desember ef að við samþykkjum það í dag. En af því að það er ekki fleiri sem hafa óskað eftir að taka til máls, þá vil ég gera það tilhugsun minni að við vísum fjárhagsáætlun til seinni umræðu á næsta fundi bæjarstjórnar sem verður haldið 15. desember. Þeir sem geta samþykkt það eru beðin að gefa merki. Það er samþykkt og þá ágætu bæjarfulltrúar er dagskrá þessa fundar tæmd og við munum, eða skrifarar munum þá hefja standa við að yfirfara fundargerð sem að við munum síðan samþykkja eins og við höfum áður gert með rafrænum hætti og því er ekki eftir neina að bíða hann og ég segi hér með 600. fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar slitið. Takk fyrir.